Heyriði, glöggir kannski merkja raddirnar og ef þeir þekki ekki raddirnar þá kannski Þetta eru raddir sem allir þekkja. Gísli Einars og Björn Jörundur. Áður að koma þeim herramönnum í setti í kvöld. Það voru Autocenter. Já. Og ef þú átt teislu. Ef þú teislu og yfir orðið fyrir tjefunni, þá þetta ekkert sérstaklega flókið. Ég var að fá tilbúð núna frá Autocenter. Já. Það frá Gunna. Já. Leið með það. Nei, það var sko, ég segi ykkur samt hvað ég lendi í dag. Já. Að ég semst að taka bensín og fer inn og fyrir að byrja að dæla og ég segi, ég fer inn og kaup mér eina roast beef og Pepsi Max og að dæla og meðan ég dæli, ég takk hann upp, fer inn og svo ég eitthvað annað og ég að spjalla við gauð sem alltaf á þessari benstu, ég hitt hann á hverjum deginu og ég alltaf að segja eitthvað og hann segir, já, ég að taka vakt númer 2 eitthvað núna og ég eitthvað, já, vakt númer 2, helst stugnaðar yfir eitthvað svona, svo fer inn í bílinn og skrúa niður rúðuna og ég segi við hann, eitthvað, aldrei segja nei við aukavakt og keyra af stað, dæla ný og bara slitnaði á millið maður. Já, ég bara keyrði af stað og bara slitnaði bara ég bara, nei Guðrún þannig ég þurfti að fara út fór inn, setti þetta í og sagði, ég keyrði af stað með dæluna og eitthvað svona og slitnaði og stelpunni, já, og ekki lendi í þessu mörg ára ég hef aldrei lendi í þessu, hafði ég lendi í þessu Ég hef bara heyrt þetta Já. En eru þeir ekki gerðið til þess að slita slita það var eitthvað búnaðar eitthvað sem maður bara slítur þetta í sundur og það var ekki eitthvað bensín út all Þannig að það verður lægi með bílinn Já, ég held það ég fer inn, ég að flýta mér í podcastið Þetta podcast? Nei, þetta er ekki Annar podcast Ringdi í mig frá árekstu.is Já, eitthvað skýrsla á læti Ok Að fyrra bræði? Já, það brólís Tilkynnaði? Já Herri strákar, það er ekki eftir neina bíð en að kynna ykkur inn, gæsti Tjassa Dark í kvöld eru Björn Bragi Arnarsson uppistandari og sjónvarpsmaður með meiru og meðan við fyrir Hjálmar Örn Jóhansson Hjemmi, skemmtikraftur, hlaðarstjórnandi og leikari verið hjartanlega velkomin piltar. Já, takk hérlega. Þetta er stór þáttur. Rísastór. Þetta er rísastór. Svolítið þéttu þáttur. Já, þetta er það. Þetta er náttúrulega báðu sjóaði menn, báðu komin til okkar. Langt síðan samt. Já. Mjög langt síðan. Já, sko, ég verð samt að segja það. Björn Bragi nummer 94, sá þáttur, frábær, Hjálmar 63. júlí 2022, það er komið 2,5 ár síðan. Sem Hjálmar kom. Hjálmar, þú komst í hvað? Nei, 2 ár síðan þú komst. Vá, þetta er liðið tíminn með það. Hver er þetta nummer 69? Það er eitthvað kettlingar. Það er eitthvað kettlingar. Hjálmar, þú veist ég byrjar að taka upp nú. Já, Vesen. Ég er svolítið að gera þetta núna. Að svara, já. Og svona algjörlega meistari svona og segja svona og ég held að fólk fatt ekki að ég sé að fíblast með það Nei. Þannig að fólk haldi að ég sé og ég er bara að velta fyrir mér er ég já er ég sá kannski já, smá já takk er ég þessi gaur er ég komin ólangt í pælífunni mögulega já Þetta er mjög heimsbyggli pæling Er tími til Er ég 16 ára? Skipir í toilet Já Sko, ég var í gær Ég var að taka hana Love Actually í fyrsta skipti Það er rosaleg mynd Þú er ekki séð hana áður? Varst það að horfa í fyrsta skipti í gær? Já, það var rosalegt atrið Það var 2005 mótil Skipið í toilet Það var ekki fættur Það var ekki En þú veist Sko Ég ætlaði að spyrja ykkur hvort þið væri komin í jólaskapin Fyrst er allir búin að sjá Love Actually Birgir, þú búin að sjá hana? Einhvern tímann, já Ok, Forsett svo hann er hægt að hitta einhverja stelpun Það er bara í gegnum alla myndina er bara að vera að vísa til hennar sem bara fárlega feit kona Það hefði tekið eftir það Ég man ekki Nei, ok, þetta er bara sem feit kona Þetta er bara sæt stelpa sem er með rítarnas og þeim er ástókin og það er allir að kalla hana bara chubby og ertu að meina stelpuna sem er læri á við trétrumba og ég veit ekki hvað Nei, bara Fannst þetta að vera Nei, mér finnst alls ekki Fitusmánun Já, mér finnst það bara ljótt Þetta var ekki leitt í dag Já, ok, mér fannst það fyndið að mér var bent á þetta upphæðu og þetta var svo fáránlegt Fannst það hurt Ég var nú ekki hört, sko En eru þið konur í jólaskapstrókar, eða? En sko, á þessum nótum eins og George í Seinfeld hann var svona, þú veist hann var svona, þú veist, fyndið það átti að vera fyndið hvað hann feitur in the 90s, skilur
Það líti allir svona út í dag sko. Það er mjög góða fónt Það var svona fyndin feitur Þú har reykt á hann þannig í dag sko. Nei Vennilegur sko. Það var einhvers sem sagði að 90% þú veist, hvernig var þetta orðað 90% Hann muni í erfiðleikum með þessa Ég heyri strax Þetta verður erfið sjónum sko 90% af því að vera hot er að vera mjór Ha? Já, það er ekkit, þú veist Það er samt ekkit hot að vera mjór Jú, ég alveg tekið eftir þessu að það er, þú veist, einhverju gauðra sem lítið ekkit sérstaklega vel út sko en eru mjóir Það er eiga bara, þegar maður svona Ef það verið fulltrúi kvenna einn inni þá myndi hún segja sko þeir þurfa samt að vera þú veist, með vöðva líka og ég skilur eitthvað svona posture eitthvað shape Þetta er það sem ég heyrði Þú vilt eitthvað gaur sem bara borðar ekki Nei Ég vil hafa aðeins En eitt sem við sko þurfum eiginlega að fara yfir hérna, Leifur, þú varst komið svo gott hár Hvernig kliftir þig? Ég klifti mig fyrir 1,5 mánuði síðan Síðasta klippingin Já, en við erum að halda Íslandsmót núna helgina Já, 20 ára gaman Já, bara rétt að koma inn alltaf gaman aðeins skákin vegtilla Tómas Þórðarsson og Mar þau komum kærlega fyrir Íslandsmeistarinn í atskák 2024 Dagur Ragnarsson eins og kannski flesti vita í dag Rétt, til hamingju Dagur Já, risastórt Hvaðan er Dagur? Hann er grái Hvað árkir hann heldur? 97 Og grái Skáksnillingur úr gettóinu Það er geggjast Ég meina Hjörvar Steinn, Íslandsmeistarinn í atskák hann er líka úr gráinu sko Hvað árkir Hjörvar? 93 Já, þá sko hún til hamingju með netskákinni í gerð Þetta var æssi spennandi gerð Hann er rosalur Hjörvar sko Hann er minn maður í þessu Já Sko, mér langar að byrja þetta bara mjög léttu nótum áður við förum í pólitíkina aðeins og eftir Pólitíkin Já, velkomin í Chelsea Dark strákar Þetta er ekkert hæ Nei, þetta er ekkert vitlis Sko, fréttagsins, ég var að lesa hana bara hérna áðan áður við kom Hvernig kemur þessi þáttur út? Eftir bara Já Það er ekkert eitthvað svona viku sem droppa bara í nótt Það kemur á morgun líklega Já, morgun Þannig að bara setni partin á morgun þá erum við báður cancelled Þannig að þið hafið morgundaginn til að gera allt sem þið viljið Sko, Guðrún gaf Helga Sjón súludans í afmælisgjöf Allir stoppuðu og horfðu Ég ætla aðeins að lesa þetta fyrir þá sem er ekki búin að sjá þessa fréttu Þetta var mest lesna fréttin á DFF í dag Guðrún Ós kynntist Helga í haust og heyrði í honum með gjafamálin Ég sendi á hann skilaboð að ég var að vandræðast með gjöf til hans og þá fórum við að tala um tilfinningar og fórum við að tala um hversu mikil gjöf það er að fá að upplifa alls konar tilfinningar Hvað er mikið að leyfa sér að upplifa tilfinningar og hvernig upplifanir geta haft áhrif á tilfinningar okkar Þá fór ég að brainstorma Hvað get ég gefið honum sem vekur upp einhverja tilfinningar? Næsta sem tók við var að redda Súlu og fekk hún aðstoð frá eiginmanni sínum Árna Birni Kristjánssoni við að setja hann upp Sko, Hjami, hvað er eiginlega í gangi og varst þú ekki á svæðinu? Jó, ég fer í eitt ammali og ég sá þess að fyrir þetta ég fór í ammali, sko og þetta er, sko, þannig ertu með alla andlu þetta er bara ásátt í andlega fólksins Já, ég trúi því Já, og það er allir hérna með svona veist, hálsmennum hálsin í léttum fötum og eru hæ það er þarna sko það er ótrúlega frjálsir og ég mætti hana og það var bara ég kom inn í skyrtu og þá kom einhver stelpa að segja nei hvað þú ert hérna þú fyrir skrifstofumemóið þú klæddir í þessu skrifstofukall pakkaði saman bara þetta var svona 4 mínútur í þessu vísnari veislu og þetta var veist, ég var að fara að skemmta 9:30 þannig ég var ekki allan tíman ég mistaði þessu súludæmi sko Anskutin. en Helgi var látið fæða trúðin í sjálfum sér í byrjun partís og það var alveg, Helgi gerði það rosalega skemmtilegt en ég átti ógeðslega erfitt með það ég var alveg bara þú veist, ég fekk alveg hérna svona cringe var hann að leika þá, þú veist nei, þá sérst er Halldór Geiras sem er ásælista leikuna þjóðarinnar fyrir framan hann og biður hann að fæða, gera öndanæringar svo hann að fæða trúðin inn í sér og trúðurinn inn í honum kom síðan og bauð allar velkona til sín en síðan eftir að ekki kom Helgi með helviti góðan punkt hann sagði sko mér langaði að hafa byrjunatri í ammælinu eins óþægilegt og hægt var út af því að icebreaker í öllum partíum þegar er áfengi það brýtur alla Var áfengi bannað? Nei, það er ekkert áfengi að Helga Var enginn að drekka? Enginn Var enginn að drekka? Ekki ein manneska bara áfengi bannað húsinu þannig að þetta hann sagði ef þú ert með nógu óþægilegt atriði í byrjun og enginn að drekka þá losnar all það var rétt hjá hann, þetta var góð pæling ég myndi samt bara taka áfengi held ég En virkaði þetta? Þá mátti ekki koma inn Það er ekki mátt koma inn Þetta meikar alveg sens Þetta var klókt hjá hann Hefðurðu mátt raða í því fyrir?
Algjörlega, og fara út í bíl alltaf ok Já, sko við þurfum aðeins kannski tökum pólitíkina og kveðum hana Pólitíkin Við erum meira að setja strikk í sandinn Til þess erum við komnir Já, ég meina Björn Bragi mjög pólitískur, sko Ég meina, síðast hitti Björn Bragi, það var í kostningapartíi, sko Já, það er rétt Við vorum, sko, við erum aldrei upp í Árbænum og það er Republican State, myndir ekki segja það Það er Árbærin það er sjálfstæðisflokkurinn mjög stór þar Já, það? Já Þetta ekki sammála því, alltaf maður skrifstofunar hjá Skalla Er Árbærin ekki hrifin að DB eða? Nei, Dagur B. náði ekki skora í Árbæingum Þeir voru mjög fúluröndi en lengi að koma að fylgja á stað og svona En ég bý núna eiginlega í Democratic State í Laugardalnum Já, einmitt En þú bjóst lengi í Árbænum Miklu lengur en ég Já, Björn Bragi var ekki lengi að hvað þetta Björn Bragi húti hjá Republikunum núna, sko Já, ég kom nú Seltjarnarnesi Vá, ég farið í það hús, shit Það er alveg dæmi Já, ég bara trú ekki að það verið vinnum Ég hef ekki fengið að fara á það inn En þú férst að vera út í bíl Ég fekk sendt vídeo Hjá mig voru út í bíl að drekka og ég ekkert áfengi hingað inn Ég var bara að fæða trúðin að það inni reyndar Eitt bara Það er stráka fyrsta spurning á okkur báða Haldið þessi flokkar sem er að dara saman í dag myndi næstu ríkisstjórn? Segðu bara, ok, ég má spyrja ykkur Viljið þið gefa út hvað þið kusuð? Nei Það ekki? Ég er samt svo glata að gera það Þá ertu komið eitthvað svona Ok, eru þið hægra en vinstri menn? Ég er svolítið hægra megin, sko Já, ok Ég vil ekki það Leifur, sorry Nei, bara Samfylkingin Viðreisn Flokkur fólksins maður er að Inga væri fyrir 18 á og sagði að þetta væri að fara að gerast bara fyrir jól Já, hún sagði að þetta væri bara dönn Nei, hún sagði það nú ekki Hún sagði að hún vildi að þetta myndi gerast fyrir jól ég veit ekki Jú, örugglega, það gerist örugglega, sko Já, eru þið spenntir? Sko Ég er svona svolítið feirinn að það sé bara búið Mér finnst þetta allt drasl Bara allt Það er alveg sama hver er Ég er svolítið það, sko En ef þið eru hægra megin, hefði ekki viljað kannski sjálfstæðisflokk, miðflokk og Viðreisn Nei, mér finnst þetta allt drasl, sko Ég hefði viljað framsögnin Það er svolítið Hefði viljað sjá framsögn Já, hún var ekki alveg nægilega Nei, þeir voru alveg fucked up, sko Já. Við erum þetta með smá slúður, sko Við erum að heyra það meira og meira að síðast vorum með slúður og þá var play fara hausinn Þeir eru bara sprelljavandi í dag, sko Þannig að slúðurinn okkar er ekki alveg að marka, sko En við erum að heyra þetta sé leikþáttur hjá bæði Kristúr og Þorgerði að vera með yngu þarna, baka vöflur eða eitthvað þarna og þeir ætla að fá Simma D inn, sko Já Simma D með þeim? Já, þetta er það sem við erum að heyra Ok Eða sjálfstæðarflokkin Fyrst reynaði miðflokkin, annars sjálfstæðarflokkin, sko. Já, þannig að þeir vilja geta sagt bara við tölum Ingu fyrst Já. Þannig að þetta er svona einhver kenning sem við erum með sko Það var smá mækari þetta, þú veist tvítriður Já, ef það er ekki miðflokkurinn þá er það bara sjálfstæðarflokkur Svo gæti þetta alveg virkað sem við erum að gera Sko, hver fannst ykkur vera raunveruleg sigurvegari í kosningana? Já, þú veist svo réttu mennin í þetta Hárétta gesti núna Býtur nú við Hvað flokkur kom ykkur mest á óvart að það fengi svona gott fylgi? Ég get ekki sagt að það komur óvart á flokku fólksins að það fengi svona, það var eiginlega stemd í það, sko Já, ég meina það er klárlega óvæntur skiluru sigurvega eða sko, en maður samt sá það alveg langa leið, sko Eru þið sammálaðið að þetta sé einsmannsflokkur fólksins? Inga myndi bara hverfa á morgun held að flokkur fólksins myndi bara deyja En pælið samt að því, hún náði að skyggja á Ragnar í vaffer Já, ég meina hún er náttúrulega algjör geit þarna eða svona Hún líka bara rekur fólk hægri vinstri og er enginn að pælið, sko. Hún bara ræðir öllu hann Og getur menn bara í morgumat, sko Veit ekki hver að sigur, ég held einhvern veginn að Snorri Másson er meiri sigurvegari Já, hvernig fannst ykkur hann standa sig? Jú, bara svona Hann flýtt bara Já, hann var bara fýtt Þetta var bara En þetta er aðeins eins og Ásmundur Einar kom inn aðeins og kukkaði hann og var að tala sko, það er eitt að vera fjölmiðlamaður eins og hann var mettur í pólitíkina sko. Það var svolítið, hann var kukkaði það sko Já, en mér varst hann ekkit slæmur, hann var alveg fýtt sko Já Þetta bara finnst hans frumrun og þessi gaur er hann ekki 97 mótir Jó, ég er bara maður Það er rosalegt Já, bara mættir í fyrsta seti Reykjavík sko. Hann er líka svo herðabreiður að það er bara 10% Já, maður er að gefa hann það Hann stóð sér vel, bara, ég ætla að segja það Ég ætla bara að létta ykkur á þjáningunni og klára þennan lið En við settum smá heima á nokkuð Ef þessi flokkar ná saman, hver verður næsti forsætisráðherra?
Sér alltaf Björn Bragi að fara í kragan með okkur. Já, ég er að byrja til að byrja að spyrja út í kragan sem ég er nýlega að byrja að kjósa í kraganum, sko. Fórst að kjósa, segðu það? Ég kaus, já. Okay. Ég kaus og meira þess að ég var að fara í brúðkaup. Þannig að í fyrsta skipti kaus ég svona prúðbúinn. Ég var bara alveg mjög flott klæddur, sko. Já, þetta er pólitík. Kaus bara, já, þannig að gríðarlega pólitískur. Já, hvað var spurningin aftur? Hver verður forsætisráðherra Já, náttúrulega, ég væri ekki til að sjá Jón Gunnar sem forsætisráðherra, en hann náttúrulega verður aldrei, sko. Nei, hann aldrei að gerast, það er þetta að vera geðveikt. Ég myndi, af þessum þremur, þá myndi ég vilja fá Ingu. Ingu Sæland sem forsætisráðherra. Ég held að vera geðveikt dæmi, sko. Já, herri, öskrandi reiðegstar og bara fundum út í löndum. Ég til í það líka, sko. Öskra í mækin og Sameinuðu þjóðunum. Ég skal samt segja, þú veist, ég var eitthvað á hann eitthvað, þetta er allt drasl, þú veist, þá er ég meina eiginlega bara svona pólitíkin yfir höfuð, sko. Mér finnst, sko, þetta forustu fólk alveg svona heilt yfir bara mjög flott. Þú veist, þær 3 ári alla flottar, sko. Þannig að, þú veist, ég fer ekkert að gráta, þú veist. Nei. Þannig að þau eru báðir að Inga Sæland verður hún næsti forsætisráðherra eða vonið það? Þetta er svo góð fyrirsögn eftir þetta podcast. Hjammi og Björn Bragi vilja svo Ingu Sæland sem næsta forsætisráðherra. Þeir gera á kröfu, sko. Ég er alltaf að glemma því, þetta getur verið ekki fyrirsögn. Ég fíla Þorgeiri líka, sko. Já, fíla Kristrún líka kannski? Jú, bara flott. Já, þú veist. En ég er að reyna að byrja. Ég er ekkert að fara að gerast neitt. Þú veist, það er ekkert eitthvað eins og bara í öðru löndum að segja eitthvað bara gerist bara eitthvað major dæmi, er ekkert að fara að gerast eitthvað ríkalegt, sko. Nei, akkurat. Sko, það er eiginlega punkturinn minn. Það sko hefur alltaf svo lítil áhrif á okkur einhvern veginn, þú veist. Heiða Guðjón sagði líka okkur við eitthvað, ekki hræðilegt ekki að vinstjón, það er bara vinstjón í 7 ár, sko, við erum ekkert núna bæliði, sko. Nei, nákvæmlega. Þú veist, þessi stjórn síðustu 7 ár var ekki einhver frjálshyggju og hægri stjórn, bara mjög langt frá því, sko. En sko, ég er aðalega að spyrja ykkur að þið eru pólitíski greinendur aðalega, en svo eru þetta líka góði mannþekkjarar, þannig að það er 3 ár voru að hittast í kaffi þarna hjá Ingu og Laugardag. Hver haldið að sagt eitthvað svona, ég tek forsætisráðherra? Haldið þær hafi einhvern sem að sagt eitthvað svona, djöfull erum við steiktar. Hvað erum við að gera hérna? Líka af hverju er það að hittast heima hjá Ingu Sæland? Þorgeir býr einhverju 700 fermetrum, sko. Það er þetta verkamanna svona. Af því að ég skal segja ykkur að því Inga Sæland á karókigræður. Og Inga Sæland held ég að ráði bara miklu meira en menn halda það. Ég held að hún sé bara með það bara alveg, sko. Já, reyndar er það Þorgeir sem heldur öllu vopnunum, sko, því hún getur alltaf sagt bara, heyru, ef þið fáum ekki. En sástu þegar hún búlið hana samt hann í viðtalinu? Það var rosa, en það lappaði framfyrir hana. Hún sett hann í stólinn það. Það var bara, I put you in my place. Þorgeir alltaf að lappa. En hvar býr Inga Sæland? Hvar var það að hittast? Það var allavega í Gráin? Einhverju félói íbúð, já. Ég held sér í Gráin. Grárholti. Já, einmitt. Já, held sér í Grárholti. Inga Sæland er næsti forsætisráðherra. Ég vil það. Hver er næsti fjármálaráðherra? Ætlum við hringjum bara? Ég ætla að taka bara helstu. Fjármálaráðherra. Hver er, sko, auðvitað Kristrún Frost, hún er best með peningana, sko. Segja fólk. Þá spyr ég bara hvar enda Þorgeir? Vá, það er þetta góða punktur. Hvað er þreyttast embættið þessu öllu? Það er örgulega... En við náttúrulega erum, þú veist, Þorgeirður er líklega að fara að vera forsætisráðherra, ekki? Ég held að það sé að fara að gerast. Já, og Kristrún fjármálaráðherra? Þá verður Þorgeir forsætisráðherra og Kristrún Frost að verður fjármála. Og hvað er hitt? Inga kannski félagsmálaráðherra Inga rosalega sem félagsmálaráðherra. Sko, Inga sem utanríkisráðherra. Ég er bara að fatta hún, ég er mikill Ingu fan, sko. Já, ég heyri það. En hver er þá utanríkisráðherra? Það er virkilega góð spurning. Hverju voru þarna, ég verður ekki að setja Dag bara í það? Djöldlundi vilja sjá Dag bara fá okkur stól, gera allt vitlust. Já, ég elska Dag, sko. Þú var samt ekki, en ekki ekki að það. Já, láta bara hafa bara eitthvað rísa stól bara. Og það er búið að segja að myndi ekki fá það, sko. Já, en það sem þau ætla að gera, þau eru strax búin að skera meira niður heldur en þessi ríkisstjórn sem var. Þau voru með, sko, þessi ríkisstjórn var með forsætisráðherra, fjármálaráðherra, umhverfisráðherra, utanríkisráðherra, menningarmálaráðherra, menntamálaráðherra, háskólamálaráðherra, dómsmálaráðherra og heilbrigðisráðherra. Þau eru búin að gefa út að ætla að fækka ráðuneytum um 2, sko. Þannig að slaufaði ekki, setjaði ekki bara háskólamálin í menntamálin. Og hvað geraði meira? Taka menningarmálaráðherra, þú veist hvað er það? Ég er bara að tala ykkur listamálunum með. Já, hvað er það? Átti einhver annar að vera í því sem þætti heldur ekki að Þessar spurningar átti að vera Eiríkur Bergmann og Ólafur Harðarsson og ég var hún að gera handritið. Getum ekki fara út af því. Við séum mættir í vitlust prógram. Ég horf alltaf Björn bara að veit hann meira en ég er með vitlust handritið. Ég skal reynda því ekki að ég hef kannski aðeins ofmeti Björn Braga í þessu, sko. Sko málu, ég hef svo gríðarlega lítinn áhuga á þessu, sko. Já, ok. Þú er svo gríðarlega mikinn, Birgir. Þú ert alveg Birgir
búin að vera alveg kafís ok, ég ætla bara hlusta á öll podcast og allt Hvern vilt þú sjá sem utanríkisráðherra? Spyrjið mig bara Hvern vilt þú sjá sem Hvern utanríkisráðherra? myndir vilja sjá sem utanríkisráðherra? Ég væri til í að sjá Þorgeiri Katrínu bara, ég held að hún væri góð þar auðvitað langar með Það er svolítið dead giveaway sko Já, Dead giveaway sko Inga Sæland er búin að afþakka það sko Ég held líka bara kannski, kann hún ekki ensku sko Nei, ég held að hún hafa engan áhuga á því sko Hún Nei. vil bara eitt mingu Hún brettur upp og fer að vinna Hún er engan tíma til að standa í ykkur koktelbóð með ykkur kjaftaði sko Nei, nákvæmlega Hún brettur upp erma og fer að vinna Algjörlega, við erum hættir í þessu Það er enski boltinn Enski boltinn Nú erum við heima Já, fyrir þá að tala með enska boltan Það er nóg gott fyrir ykkur Ég er ekki að grínast Birkir á svona 10 spurningar eftir pólitík Það tökum það næst Ég kom að tóma komin hann Geð okkur eina pólitísk spurningu Ok, byrjum að sjá Frá Birki Hérna eru nokkar stuttar Ásli Arna, Þórdís Gulla, Guðrún Hver er næsti formaði Sjálfstæðisflokksins? Já, Já vil ég gangi í ESB Við tökum þessar eftir Já, eftir þátt Eftir þátt Eftir þátt, já Ég ætla að Áslaugu verið næst Hún er öflug Það er okkar kona líka Já, hún er Já, geggjum það er okkar kona Árbæðingur Árbæðingur sko Er hún árbæðingur? Já. En hún reyndar sko er í svona identity krísu með Árbæðin sko Já Hún er að branda sig sem seltirning sko hún er eitthvað svona ég held mig káer Já, Já, hún hefur eitthvað Þetta er svo Bjarki maður í handboltan Ég sett hann á listan Þið báðum að koma smá lista við svona Já, Ég tók hann út þegar ég fór aðeins að skoða bara Hann hefur svona pínlítið að færa sig yfir í Selfoss Já, einmitt En Bjarki maður er vinur minn En ég held að sé alveg líka sáttuð að vera ekki árbæðingur Þú veist, ég held að hann vilji vera á Selfossi sko Aha. Já, ég unnur konan að segja þann Já, ok Við erum náttúrulega- Já, þá er hún ekki breykinn að lista Nei, þú veist, þá varði ég eiginlega að taka hann út Já, sko já, Ég fór svona aðeins að hugsa þetta sko Það er allir velkonni í Vesturberg Sindri Snær Jensson, hann er líka Við erum búin að taka hann Opnum föðum Já, Hann er káur einhver hann er alltaf bara kongur Veitu hvaðan kom hann? Þrótti Þrótti, já Það er rétt, Þróttar, en já. þetta er náttúrulega systra félag Enski boltinn í búið orkur náttúrunar og ef orkan er hrein þá liggur gatan greið heim fyrir okkur tveim Ef orkan er hrein Er þetta eitthvað stef eða? Já, þú veist, þetta er úr smiðju Kongsins Hjörvars Já En þau eru að nota þetta í alvöru Ég held ekki að þetta væri fyrir Þú gæti sungið þetta við ef ástin er hrein Já, Ef orkan Hitt er er bara betra, hrein Já. liggur gatan greið heim Já fyrir okkur tveim Það er enda alveg budget Mjög Ég fá okkur gott. annan til að syngja þetta líklega já Kannski get ég renn eða eitthvað Já, Sko, fyrst við erum með Björn Brá hjemma Það var leikur í gær Það var leikur í Sæ, gær stjórnmálafræðinga. Tottenham Chelsea 4 er komin tími á Ange Postit Koklu Nei, Ange posti no clue Hvað er það þessi? Bange Ange Sko, ég segi nei Ég held sér ekki komið tíma á hann sko Ég held sér enga veginn komið tíma á hann Og það virðist þeirra samkvæmt öllum fréttum núna Hann hefur the support of the Já, Vandamálið er miklu djúpstæðara heldur en þjálfarinn Já, Þú veist, hvað erum við með 14 stjóra já, á 20 árum eða eitthvað pæli í svoleiðis? þessu, já. Það er galið Þetta er sko stjóri á 1,5 árs fresti Þannig að þú veist, er ekki tími á að líta á eigenduna Er ekki komið tími til að líta inn á við Erst þú ekki harrasti Daniel Levin? Já, ég er reyndar Daniel Levin maður Ég er það ekki sko Já, Ég get alveg haldið bara með einhverju fyrirtæki eins og halda með þessu dæmi, skilur Ég þarf ekki að vita eitthvað af einhverjum Guns N' Roses tónleikum bara á miðvikudegi, þú veist, á vellinum með eitthvað svona Ég vil bara að liðið fara að vinna eitthvað já, ég er svolítið að býða eftir að peningarnir fara að koma inn út af þessu velli og öllu þessu sko. Það er svona, er alveg að fara að koma Þannig, við veist, líður svolítið eins og sé að safna geða miklu pening Svo bara hérna eru 500 miljónir til að kaupa leik Glemdu þið held ég sko 500 fucking miljónir Kaupum alla þessa fucking gauma sem geta eitthvað Svo ég er bara Chelsea takkan bara. En ég veit samt ekki Milljón alveg með þetta líka bara, þú veist, liðið getur aldrei haldið fórustu, neitt Nei. Bara Það tölulíka er, Já, það var enginn í rónni í tóttina maður nei, aldrei, ég vissi allat bara, ég hefði bara alltaf Bara leið á 2-1 koma og við sé, já, Já, þetta er búið Það er bara hann Nei. Jú, 100% Já, þetta Það var enginn í rónni Hvað er í gangi hérna? Er vörnin mistæk? Er þetta mentality dæmi? En má ég spyrja ykkur einu Ef Arsenal hefði mist Gabriel og Saliba út af í leik Meðan fengi ég að heyra því hefðu þeir, þú veist, hvað, unnið Chelsea heima, ég er ekkert viss Mæni Þetta er rosalega að missa þess að tvo Vera með það svona tæpa báða Já, við erum alveg vissulega búin að vera ofnum með meðsli Já, Svo, þú veist, ég ætla ekki að kvarta við dómaranum en þú veist, það náttúrulega að Caicedo hafi ekki fengið raut fyrir þetta þetta er nákvæmlega sama og Romero fekk raut fyrir á leiknum í fyrra sem að við hjá mig vorum með á vellinum saman þú veist, en bara, þú veist, þetta er úkslega lélegt
þetta er ógeðslega daburt alltaf mikið að ömulegum úrslitum og ég er hættur en að horfa á þetta Hvernig fannst ykkur tímabilið fyrra eða horfðu það núna? Allt í lagi ekki gott Já, allt í lagi ekki gott já. Þannig að þið eru ekki að fara að reka en þið vilja ekki Ég vil ekki reka Ég vil bara halda þessu áfram halda þessu hvölu áfram Það er svo gott að kveljast það sko. Finna maður sér á lífi Það var einhvers að þetta var social experiment að halda með þetta Já, algjörlega Bara að láta menn halda þessi bestur eftir 4-0 sigur mútið City Já Nei Stráka, ef við spáum að þessi spilin City búin að vera í basli ótrúlega þraut að ganga hvernig þetta gerist en ef við fáum kannski bara top 6 frá okkur svona nokkuð gróft sorry, ég sett ekki á heimaðinu en bara svona top moment Top 6 hvað? Spennið endar í Liverpool verður meistari Já Easy Ég segi Chelsea verður meistari Við vorum að spila við Englandsmeistar núna, ég segi það Ég segi Liverpool Hvað segir þú annarsætið? Chelsea Ég segi Liverpool öðru Pæliði, City er bara komið í þriðja seti City í þriðja Ég segi Arsenal í þriðja City í fjórða Ég segi Arsenal í fjórða Fimmta sæti Við erum ekki að ná fimmta eða Nei, við verðum aðeins þeirri í miðinu Er þið komnið þangar? Er þetta tóknum? Þið gætu samt ná einhverju köpprönni eða Það sem ég held Evrópadeildina eða eitthvað? Ég held að við munum vinna byggar Ég held að getum ekki verið svona lélir í deildinu og vinna ekki neitt byggar Ég held við sem að fara að vinna byggar Þá eru sungið á trallað Hver eru fimmta sæti? Fimmta sæti verður ekki eitthvað svona óvænt Jú, það er eitthvað óvænt Brighton ebil það væri gaman Ég til í það Svo ætlaði að setja sjötta sæti Brentford Brentford City Það eru flottir Þeir eru bara ótrúlir Og svo má ekki glemma því að United menn alltaf geta ekki neitt Nei, við verðum hann með United í einhverju krulli þannig miður Jesus Þau úslitt 3-2 tap á heimallin Nottingham Forest Það er erfitt líka En þú veist, verðum við ekki samt aðeins að rósa Chelsea menna, þetta er alltaf öskufsku ævintýri Þetta er ekkert öskumsku ævintýri 1,2 billion pounds eða eitthvað sem er búin að eyða leikmenn Þetta var látið lítið út fyrir svo að væri bara hvað, Chelsea bara toppar þetta er alveg magnað Þeir eru bara með einhverja bara hvað er með 500 manna hóp Þetta er rosalegt sko Já, þetta er ekki merkilega en það Er þú Chelsea með líka? Já, það eru báðir Chelsea menn sko Kynntu Stannig Kynnast Stannig inn í Chelsea-klubun á Íslandi Það var svona, þú læstum augum og ég bara sá þetta á Chelsea bara En það er önnur heimaðin ákveð strókar Still uppáhalds Tottenham liði í sögunni bara Og þetta er svona þeirra lið, það ekki? Jú En svona þetta þarf ekki endur að vera besta lið Ég er mjög forvitin Tökum þetta bara í stafrósu og látum Björn Braga byrja Nei, byrju, láttu hjá mig að byrja Sko, ég tek markmann, hann tekur markmann Já, ok, gerum það þannig Ok Það er svolítið gaman að vita, ég er svolítið spenntur að vita hvað markmann hann tók Ég tók Erik Thorsvedt Normann snjalla í markinu Hvernig var hérna þegar það var skipt yfir í hægri umferð? Var ekki mikil viðbrigði? Á Normaður Ég man eftir hún reyndar Já, ok Hann var minn maður Já, þetta er gott sjátt sko Ég ætla að velja Svona hans að spila Ítalíu Ég ætla að velja Lloris eða Lloris Hugo Lloris Já, hann er klöppileg Það er svo soft, Lloris Já, þú veist Soft karakter Hann var samt mjög lengi mjög góður Geggjaður Þú veist en sko, veistu hver fær samt honorable mention hjá mér? Já Aurelio Gómez ætla að segja hann var sko, hann nátti geðveikar markvörslur en líka svolítið mistækur sko og en það var karakter hann var geggjaður karakter og ég sko hitt hann í New York ég fór á New York Red Bulls Tottenham og hitti nokkra leikmenn var bara fanboy sko og meðal annars hann og það var svolítið fallegt sko að ég fekk hann þess að árita eitthvað fyrir mig og hann misti síman sinni í götuna og mér fannst það svona tákgrænt, skilur hann var búin að missa svo marga bolta hann gæti ekki svona halda á símanum sínu það var bara Gómez again kallgrein en geggjaður sko Gylfi Sig talaði að hann var að æfa aukaspyrnur á Tottenham hafa Gómez í markinu þetta var bara besti markmaður í heimi sko Já, hann var ógeðslega góður markmaður en hann var bara allt mistækur sko rosa mistækur Herru, ok, næsta stað hjá mig Ég fór í vörnina og það fór ég held sem báði með hann Lady King samanlega þá voru bara búin að klára það Er hann ekki bara fyrirliðin? Jú, Var hann svo ekki alltaf middur? Já, en sko líka undir það síðasta þá æfði hann ekkert með liðinu, hann kom bara í leikina það var, mér finnst það mjög hart í ennsku úrvalsdeildinni sko alltaf bestur og svo líka, hann var líka fyllibitt
Já, datt vel í það sko. Ég man eftir deildabikarinn, síðasti bikar sem við unnum fyrir 16 árum síðan. 2008 ekki? Já, þá var hann eitthvað bara búin að týna skónum og bara eitthvað svona rúllað út einhverju bíl sko. Já, við fílum svoleiðis sko. Svo tók ég Gary Mappett gamla, það maður mínuskapi sko. Það var alveg djús, hann ambassador líka fyrir lið í dag. Hann var fyrir liðið síns og hann var bara alveg negla sko. Og hvernig varst þú með? Ég ætla að gefa aftur honorable mention á bæði Vertonghen og Alderweireld geggja miðvarðapar en ég ætla að velja samt Michael Dawson mikill Dawson maður. Já, hann var góður. Þú hitt hann líka? Jú, í alvörunni hann var mjög skemmtilegur líka og bara góð bandir, líka breti og svona. Toby Alderweireld, það er einhver mest sexy gæði sem sé sko. Ég hitti Ledley King algjörða tilvíðun á hóteli ég var í ferð vorum á hóteli, bara eitthvað 4 stund í hóteli miður London og var leiðin á Leeds, Tottenham Leeds og þá kemur einhver, Ledley King í móttökunni, eða niðri ég segi, Var að vinna þarna? Já, ég bara, já, komdu og ég fer og beið hann eftir mér og búið að segja við hann að ég var að koma beið hann bara fram með svartan bíl og ég sagði við hann og maður veit aldrei koma að segja við svona kalla sko. Ég sagði, thanks for everything you've done for the club. Það þetta geðveikt? Það mjög gott. Og hann bara, þú veist. Verður það góð? Takk mistari. Verður góð hjá mig? Svo var ég með Vertonghen. Já. Svo fór ég í miðjuna. Ertu manna varnamann? Já, ok, svoleiðis. Já, ég var eitthvað svo mikið að pæla í bakvörðum líka. Já, hvað ertu með? Ert þú ekki með neina bakvörði? Nei, ég með 3 manna. Sko, ég ætlaði að henda Gunnar Bergsson að þinn. Já, ég ánægði með. Fulltrúi íslensku þjóðar. Ég hef sagt þess að sögu áður að það voru Íslendingar sem fóru út í svona leik, tóttunarleik, að sjá Guðna og rosalega spenna þá. Þetta var ekkert mikið á svona, þú veist, Íslendingar maður fara að leiki, 20 manna hópur, allir ógeðslega spenntir, sátu þarna sko, Guðna kom inn á. Allir bara, þessu bara, Guðna kom inn á maður. Svo kemur hann inn og öskar okkur breyti, oh no, not bloody Bergs. Það var heldur gott. Já, ég er ekki mann, en ég er með miðinni. En þú ert þá með annan bakverð, ekki? Sko, já. Nei, ég er alveg til í 3 manna vörð, sko. Ég var svona, þú veist, hann var ekki bestileikmaður. Þið er ekki með Kyle Walker, þinni? Nei, ekki út af típunni, ekki út af karakternum, sko. Já, þetta er ekki góð karakter. Nei, svo fóra bara til City og eitthvað svona. Ég var svolítið hrifinn alltaf, Gianluca. Já, veteran Gianluca. Ég er líka með svona, þú veist, króatarnir í tóttina voru allir svolítið ferskir, sko. En já, fyrir ekki þau. Við áttum gott. Herru, ég er með Gareth Bale. Já, ég með hann líka. Það er ekki að slappa Gareth Bale. Nei. Og ég held sem með 2 eftirsjár virðulega í lífinu. Og það hafa ekki séð Beastie Boys live. Já. Og að Bale hafi ekki unnið titil með Tottenham. Já. Það er alveg hann var svo góður. Ég er að horfa á vídeo með hann og mér líður bara svona þetta hefði ekki orðið svo geðveikt. Hann er svo geðveikur að koma tilbaka líka. Já, geðveikur. Geðveikt góður guð. Það hefur verið ógeðslega áhugavert að halda honum aðeins lengur en svo var Modric þarna og svo kom allir þarna, Kane fyrir að vera svona góður. Dele Alli. En var þetta ekki þegar Bale fór þá var búin að tala samt það í 5 ára eitthvað, það ekki? Já, búin að tala um hann smá tíma. Hann sem góð leikmann. Nei, að hann þyrst að fara að fara í eitthvað alveg 5 ár, kannski 2 ár. Nei, bara 2 ár, já. Var ekki bara 2 ár frá því að menn töluðum að hann væri bara ömurlegur eða? Nei, hann var þannig, hann bara var alltaf að komast í Tottenhamið fyrst. Það var líka í byrjun, sko, var þetta eitthvað þannig að hann var búin að spila eitthvað ógeðslega marga leiki á hans að vinna. Var ekki, alveg það var eitthvað curse. Já, ok. Menn er alltaf að finna eitthvað curse á Tottenham. Er hann besti leikmaður í sögu Tottenham? Já, hann er það. Ég held að ég getum alveg sagt það. Paul Gascoigne, næst besti leikmaður í sögu Tottenham. Já. Gassa, hann var bara legend hjá mér, sko. Ég bara gjörsalega dyrkaði Gassa, sko. Já. Rugglaði gaur, sko. Svo er Glenn Hoddle. Glenn Hoddle. Það var í gamla tímanum, skoldi. Já. Það var fyrsta bókin sem ég las. Saga Glenn Hoddle. Það var í 6 ára. Nei. Svona fyrsta alvöru bókin, skilur, ekki svona, já. Vilt þú tippin eitthvað? Já, ég er svona aðeins í nýri tímanum, sko, ég var rosa meil Van der Vaart maður. Elskaði Rafael Van der Vaart. Þetta var líka svona, hann kom á þeim tíma sem við gátum ekki neitt. Þannig að reif allt upp í algjöru stemming og algjöru svona winning mentality, sko. Þannig að, þú veist, hann er, já, minn maður. Það er þessi Arsenal leikur þarna sem hann er bara Svona ef við ætlum að vera með gott lið þá þurfum við að setja Moussa Dembele í defensive midfield. Geðveikur. Það var gríðarleg mistök að láta hann fara svona snemma. Ótrúlega. Eiður Smári sagði að þetta verið bestu leikmaður sem hann spilaði með. Einmitt. Já, þú veist, þú veit að Messi náttúrulega, en hann var bara númer 2. Líka bara á boltan, hann var þvælu góð. Hann var ekki hægt hann á honum. Já. Svo erum við frammi, ég er nú með Kane, þú ert líka með Kane, eða ekki? Jú, þið voru samt eitthvað að voru að tala fyrir þátt. Sko, gallin við Kane, hvað var hann? Hann er ekki persónuleiki í honum. Já, sko, þú veist, hann er ekki kannski,
þú veist, uppáhaldsleikmaður Nei. Tottenhamanna, Nei. þú veist, þó hann sé geggjaður og allt það sko. Voruð þið pirraðar út í að hann fór? Nei, skildi hann 100%. Ég var ekki byrjaður, ég var eiginlega bara já Mér fannst hann það bara bara komið vera tíma á þetta 1-2 tímabilum lengur en ég átti von á sko. Þannig að ég skildi það 100%. Ég reyndar maður kannski átti ekki alveg von á að hann fer til Bayern en... Það er náttúrulega góð klippan að Gumma Ben þegar hann talaði að Harry Kane myndi enda í hvað í messunum í Hjóra Hálaður, hann sagði að hann myndi enda í Sheffield United eftir nokkur árum síðar þegar hann var að koma inn á Tottenham fyrst. Trúðu þið að hann getur orðið svona góður? Teljum við að Gummi Ben að segja af sér? Ég meina, þetta gaur ekki með eitthvað karisma, þessi gaur geðveikur. Nei, enga veginn, ég held að enginn að trúa það. Ég held að allir að bíða alltaf eftir, nú fyrir þetta niður. Alveg meiri svo að 3-4 sísón sko. Defoe. Defoe. Elska Defoe líka. Ertu með hann líka? Ég skal joina því. Málega hann svo mikið Tottenham Defoe. Algjör bara Tottenham 3-3. Einmitt. Þannig ég elska það. Svo var ég með mann sem að bjarga okkur á sín tíma. Klinsmann. Hann kom og bjarga okkur falli. Við vorum í vesinni sinni. Ég til ég að henda Klinsmann líka inn þó hann sé svona eiginlega fyrir minn tíma þannig sko. En hann svo skemmtilegur. Hver þjálfar þetta lið? Sko ég að segja svona skemmtilega heitt Martin Jól. Martin Jól, kóngurinn. Já, öllum Tottenhamunum þykir gríðarlega vænt Martin Jól sko. Og reikin í hálfleik í leik. Já, það var mjög furðulegt sko. Það er eitthvað svona væntum þykja við Jól. Það er líka, mistaði einhvern svona nostalgíutími þegar... Absolutt. En við vorum ekkert sérstaklega góðir þá. Sko ég tengdi ekki til Tottenham fyrir en ég elska Mourinho út á lífunu því ég er Chelsea maður. Hvernig fíluðu þið Mourinho og þess Amazon-seríu og það? Illa. Já, sko allavega sem Tottenham þjálfara. Þú veist, hann var náttúrulega geggjaður bara sem hjá Chelsea og eitthvað fyrir 20 árum sko. Og þú veist, og Real. En þegar hann var komið til Tottenham þá fannst mér það mjög leiðilegu tími og hann eitthvað svona í algjöru down svona á niðurleið sem þjálfari en náttúrulega legend áður, klálega Þungur Brautdeli allir greið Já, heldur betur Það var óþarfi hjá honum Já, hann var algjör óþarfi Ég líka fílaði Pochettino sko þú veist, lengi vel Svo kom hann að ótrúlega rönn hjá honum en ekki útileiki heilt ára eða eitthvað Já, einmitt Svo þetta er mjög gaman það var mjög gaman að vera með Harry Redknapp sem þjálfara Hann er svo rugglaður Hann er alveg rugglaður sko Já, stórkostlegt Ég held að Redknapp sem þjálfari er svona eins og Inga Sæland í Ríkisstjórn Ég held að það sé stemming algjör stemming Svona svo ég vísi í pólitíkspjalli sem var fyrir þættinum Takk, kannum með það Við erum ekki búin með það Eða verður ekki klíft út Já, ég tala ekki bara inn á það Áðurinn hverju fótboltastrákar hvort við liðið hjá Arnar Gunnlaugs eða Frey Ale sem landslýsþjálfara eða einhvern annan jafnvel Tveir góðir gaurar sko Heldur betur Mikli toppmenn og báðir myndu vera góðir í starfinu Núna myndi ég velja Arnar Gunnlaugs Okay. Ég held bara að Freyr hafa engan áhuga Ég held að hann sé bara núna í Evrópu og hann er í Belgíu og hann er ekkert að fara að gera þetta Já, en ég meina Freyr klálega setna sko En það er búið að ráða Arnar Það er alveg Það er bara, Það er löngu búið að því Lengi vildi allavega að meina það Já, er það ekki? Jó, mér sýndi það En þeir eru búin að ráða hann en þeir vilja ekkert að það er bara samkomulag að vera ekki truflað þetta Evrópdæmi leikmannhópin annað En það verður bara tilkynnt núna bara í lok desember En ef allir vita þá er kannski spurning Já, en þú veist, það er ekki komið þannig að allir byrja að segja það sko Það mennur ennþá eins og þið, bara velta fyrir Mun tilkynna það sko Ég mun tilkynna það bara á Instagram eða Snapchat Snapchat-story Það eru fylgjendur Arnar Gunnlaugs er tekið lesin Ertu ennþá að gera story á Snapchat? Ég sá hvað um daginn Já, ég hef ekki komið lengið inn Hvað margir að horfa á þetta? Ég var í 6.000 daginn Vá Á Snapchat Ennþá Þú varst náttúrulega Snapchat gate Já, og ég var bara svona, ok, það er bara 6.000 mann sem liggja þarna En hvað fór það hæst? Ég held að það færi hæst í 13.000 En pældi samt sko að sé ennþá 6.000 Það er ótrúlega Það er klikkað Það er bara klikkað sko En það bara kom bara strax bláa hérna, gamla góða og svara öllum Vá Snappið er gaman En máli, en snapp, ég tek eftir einu Ég fer að skemmta og svona Miðaldra fólki, þetta er eitthvað snappið Já, algjörlega Og gerir hvað við það? Má ég fæ mynda Sendir öllum Sendir hérna, grúpuna sko Já, ég veit Ég elska að fá svona Instagram eitthvað takkjaft eitthvað Bara snappið, bara gamli skóri Já Algjörlega Forritið er náttúrulega Þetta er skemmtilega heldur en að senda einhverjum heldur ég hef ekki hitt hjamma á skemmtunum hérna Það er eitthvað við snappið sem er svo gróft líka sko Þú getur gert þetta á snappinu Já, þú veist miklu meira til að setja inn bara endalaust á snappið En þú nennir ekki í story Það er bara máli sko Það er líka alltaf góð hugmynd að rífa upp myndlegarna þegar maður er búin að fá sér eitt bútvæsir eitt bútvar Já, kannski eitt að lókum árum hvað er fótboltan hann er alltaf eiginlega ekki hægt að sleppa það felluna þetta er það sem allir að tala um Arnór Sig komin á laust Arnór Sig og Saga Hvað þarf maður að gera? Ekki það gaman fyrir menn að heyra sem er á lausu Ég ætla að segja fyrir Pímarsson til að fá svona
Ég er bara að heyra fyrst það núna sko. Nei, það veit þetta allir. Já, strákar, mér langar að gera eitt áður en við heldum við áfram með þáttina Pólitíkina. Já, Þegar við pólitíkina Já, fyrir aftur í pólitíkina Hér verður velferðarráðherra. Þrír ennþá að hlusta á það til sko. Það var kannski ekki allir að mikið náða pólitíku ég. Nei, það er Ég að komast að því. óbundin strúktúr á þessum þætti svo ég kom með eitt plugg áður en kom að pluggi Núna var ég að undan Herriði strákar, það er heita sæti 2, hver þekkir þið best, fjölskylduspil Já, fjölskylduspil í ár Já, Fyrir utan náttúrulega, ok, við erum við erum ekki beint í samkeppni sko. Nei Við veitum ekki á þannig sko. Þetta eru Ég hef ekki hugsað þetta þannig Nei, þetta eru svona stuðningsvörur Þetta eru vinaspil Já, þetta eru vinaspil Það er búið erfitt að kaupa heita sæti annars að kaupa quiz og öðvut Herru, gætu þið farið samt í alvörunni í einhver díl að þið fáið ykkar 2 spil á eitthvað X? Er það ekki sniðið? Jú, það er Svo þetta að hver Bara, þú veist, spilið þitt kostar eitthvað, spilið hans kostar eitthvað. Já 2 saman Já, á einhverjum 20% alltaf, 50% eitthvað. já Ég ætla samt bara Skoðu þetta, glemdu því. Það er afsláttu fyrir Chess After Dark fans Er það ekki það? 20% með kóðunum inn á junior.is Já, takk. Já Þá komist það að engin hlustar á þáttinn. Kóðin Sikilegarvörnin veitir 12% afslátt Ef þú skrifar einn fyrstu 20 leikina í seinastaleiknum á Íslandsmeistaramótinu í fyrra Strákar, ég ætla bara að fá að spyrja ykkur nokkura spurninga úr heitasætinu Já En sko þetta er þannig að við erum að kynnast þér sko. Já, ok, erum við að kynnast þér Leifi Já, þú kemur Leifur og segir eitthvað okay. og við eigum síðan að giska og svo fer fólk að tala hlutin Þetta er let's make people talk Er þetta spil sem fær fólk til að tala? I'm God Ég ætla Má ég taka þetta spil og breyta algjörlega? Mátt gera það Það er nefnilega the beauty with it Ok, kunnið þið á hljóðfæri? Já Nei Það með ég spyrja, hvað haldið þið með mig? Nei Ég ætla að segja já, eitthvað eitt random dæmi. Þú segir það? Já Ég sé okkur ekki neitt Ég ætla að vera saman að byrja hana Piano Nei Trommari Já Nei, ég kann ekki Björn bara var ekki trúið þessu Leifar, trommari Ég ætti að spila með piano og bara með tveimum fullum Ég spila ekki neitt hljóðfæri En Björn bara spila á hljóðfæri Gítari Hann er bara virkilega góðu gítarleikari Maður hefur tekið uppistand með honum hann sem hefur tekið gítarinn rosalegt sko. Takk Það er alltaf skemmtilegt að uppistand að taka gítarinn Já, það er vopn sko Það er ákveðið vopn sko Með 2 hérna Velkomin hingað inn Birkir, þú mútt líka svara þessari 3 daga helgi eða alltaf frí á miðvikudögum? Vá Á ég að svara? Já Alltaf 3 daga helgi Já, allan daginn Ég er bara til að brjóta vikunum Þarna held ég að sért einmitt í ruglinu En þess að pældi ég að vera alltaf frí á miðvikudögum Krakkarinn í skólanum, leikskólanum Konan í vinnunni Þú í frí Já, ég tek þetta tilbaka Geðvikt Ég tek miðvikudaginn Já En byrju, þið eru ekki stimpilklukugómar sko Eru þið eitthvað tímann í vinnunni? Nei, við erum ekki í því En ef þið værið Ég er hugsað fyrir þig Ég held að vera geggja fyrir þig Já, kannski þegar þú segir það Já Þá ertu bara, þú veist, venjulega helgi með Þú veist, en ekki þar börnur og þá myndi konan líka segja Tekur ekki í krakkana bara Verða ekki bara snemma hætta bara snemma á föstudögum Skilju Ég fann að gleyma því hvað gammal Hvað er Birkir að vinna? Ég var að byrja á nýjum stæði, ég má ekki tilkynna Nei, sko, að ég misti einhvern veginn alltaf þeirri tjúnin þá var eitthvað, ég var að fá nýja vinnu Spennandi að segja frá því, ég var að fá nýja vinnu Svo líða 3 mánuðir Já, takk fyrir, þetta var frábært einsla Nú er ég söðla Það var bara Hann er the hardest problem Ég er einmitt að fara að tilkynna Þetta var gott Þetta var mjög gott Þessi er líka góð Sko, ég ætla að spyrja þig Björn Brei, Celebrity Crush Wow. Íslenskt, ok Já, íslenskt, já, alltaf íslenskt Það er erfið að svara því Sko, við getum giskað á hann Já Ef að prófa En þið verður líka Og hann má þar ekki að vera með eitt rétt svar Hann sé að líklegast af þessi við segjum Þið hljóta að vera með hall pass, eitthvað íslenskt hall pass Já, þú veist, já Nei Þú veist, sko, ef að taka hann Já Hann þarf að single samt, sko, það er svolítið svona Það er óþægilegt Já, það geti actually happened, sko Já, þyrfti ekki að vera bara Ég ætla að segja að gæti verið hérna hún hérna Sko, ég ætla að vera klókur og ég ætla að fara í og því maður vill líka, já, ég ætla að fara í
Kristrún Frosta og þið verðum þessi stjórnmála og svo segir hann líklegast af 3 það komið þið með 2 ok Já. Ég ætla, já Inga Sæland og Þorgerður, ekki? Já, ég ætla að segja Já Ég ætla í Sörubjörg. Hver er það? Fótbolta. Já, fótbolta Já, Það er aðstæðanlega kemur, sorry ég fer í Sara Björk Ég fer í Elli Vilhjáms Elli Vil Já, ok, já Hvað er Elli Vilhjálms? Elli Vil sem er dáin Má það ekki það? Jó Það gefur át þarna. Það er rosalega skrítin. Þetta hefur verið betra að spyrja mig að þessu sko. Já. Hvað myndir þú velja úr þessi 3? Ef ég, þú veist, er þetta make love eða, þú veist, að byrja með Þetta er ekki make love við Elli Vilhjálms. Nei, ekki make love Jú, með Elli after Vil best, Ok, after best, já En byrja með Hvað var hinn? Sara, Sara alltaf Björk. Sara, bæði boltanum Já, einmitt getið talað um Bæði boltann. djúpi boltanum Tveir leikmenn. Ekki leikinn, alltaf Sara Já, Heyrðu, við að taka quizið Það er kvissið. Nei, er ekki bara að spila þetta í allskvöld? Jú. Er ég að fara að henda ykkur í quiz? Já, beint í djúpulögina bara. Herri, býtu, þú ert ekkert búin að plugga þínu spili. Þetta er Heitasæti 2. Þetta er Heitasæti 2, komið í alla verslanir inn á junior.is Junior.is, hvað er það? 20% afsláttur af spilinu fyrir Chess eftir kóðinn Chess eftir Dark Cat Inn á junior.is. Já, Junior það er strákarnir sem eru með spilið með mér þeir eru með hérna síðuna Gekkja til hamngi með Já, þetta takk hérlega og kaupið þessi spil á okkur því að það er við þurfum verulega á þessu peninga að halda Já, Já, fárlega vel Björn gert Bragi. spil Já. Sko, Björn Bragi, þú ert að gefa út spil og ég Já. held að sé alveg einhræð stöðu fyrir sem er að hlusta sem veit ekki hvaða spil þetta er. Já. En fyrir hana, hvað erum við með hana? Þetta er Pub Quiz 4. Fjórða Pub Quiz spilið. Og svo eru þetta líka Krakka Quiz 4. Hérna. Sjá hvað þetta er fallegt. Glæsilegt. Þetta er eiginlega, mér finnst þetta eiginlega flottasta hönnunin á spilunum. Já, þetta er geðugt Hérna, þannig að já, Pub Quiz eru bara 1000 nýjar spurningar og Ég ætla aðeins að lasta þig, Björn Bragi, af því að þú leiðir hinum aðeins að ofmetnast í fyrra sem já, er að ég veit að ég gaf ekki Þú fær á þér? Já, Við gáum út Heitasæti 1 í fyrra og það er mitt líka í sölu smáfuglarnir, þeir sáu að örnin var að hvíla sig. Ég ángri sagði við strákana Björn Bragi er ekki komið út með Það spil tækifæri Ég getur mann Herðu, en að ég segi ykkur samt Björn Bragi er í kulnun. Já, hann var í kulnun Nýttum okkur það Herðu, nema hvað spil hans það seldist bara fínt Já, það er þetta Pub Quiz 3 seldist mjög vel í fyrra. Þannig að það er alltaf samkeppni Ég elsku samkeppni Ég vil hafa keppni Já, það ekki, Ég er annars bara ekki gaman að keppniskall þessu Ég er bara Já. vinn Við erum bara eins og hérna Steve Mottris og Jobs, Bale Já, Steve Jobs og já einhver annar. Já. Herru, Ok, já, vil ég spreita ykkur, sko, ég var að spája hendi ykkur í hérna í röðina, af því það er nýja flokkurinn Ok sem að hérna af því það eru þetta almenna spurningar, það eru fraglínur, það eru 3 hint, þið þekkið það og svo er röðin sem er sko það sem ég hef verið að vinna með í quiz líka Já, þá já. 3 atriði, raðir rétta röð úrslit á laugardaginn maður Já, Beinni. nákvæmlega í beinni. Ég þarf samt að finna eitthvað, já, hérna þetta er gott Ég vil hefði verið gaman að fara áfram í þessu Já, þetta þú áttir ekki breyk Ég átti breyk Já, Þú með varst það, að með mér átti ekki breyk Já, Nei, við verðum ekki Albert er nú góð vinnum minn og allt það Já, Þetta er nú já. kannski ekki hans sterkasta svið Nei Nei. ég fekk sko skilabóð frá fellow árbæðingi talar Albert ekki íslensku það var bara eins og hann skildi ekki neitt sem varst að segja Þetta var sögulegu þáttur Já, þetta Þetta var var- Á móti hvernig voru það fyrr? Við vorum Þrótti. þróttur Sigur Já, reyndar- Þorvaldur Davíð og Já, Þorvald Davíð Shit, þú erum bara blindast af honum sko. Sá Já, myndarlegur. sá er flottur Herru, ég meina þetta góða Ok, af því að þeir eru svona landa nördar sko smá Ég er það raðið þessum litum eftir því hve algengir þeir eru á þjóðfánum heimsins gulur, svartur, grænn Er þetta bara fyrstu kemur fyrstu færi? Já, ég nei, meina er ekki bara allir skila svari? Já, byrjum bara á leibanum Gulur, svartur, grænn í hvað röð er þetta? Svart, grætt, gulur. Ránt, Birkir Ég held að, hvað sagði þú, svart grætt gulur? Já, ég held sé gulur svartur grætt Það er einnig ránt Kammi Sko, þetta er náttúrulega Þú ert með græna litin helviti víða Já, Þú ert með hann helviti víða Og ég ætla að setja græni efsta hann er bara rétt hjá þér Gul liturinn En maður að, já, Ef maður að Jó, hann er út um allt já, Afrikulöndun öll, Mali, allt þetta já, Hann er nummer 2 Svo er 3 þá svartur Þetta er bara hár rétt hjá þér já. Fæ ég ekkert fyrir að hafa verið með ótrúlegur, sko. alla í vittlusu sæti eða? Þú færð skömm í hattin Já, þetta er merkilegt
Þetta var vel gert hjá mig. Hann er nefnilega ótrúlega segur í spurningkeppni. Hann er... Ég fæ einhvern veginn aldrei samt þetta... Þú veist, ég er alltaf svona næsti. Þú ert eins og Gómez sem markmaður. Þú ert ótrúlega svör og svo klúrar algjörlega. Þannig að þú færið ekki svona, þú veist, recognitionið sem átt skilið. Herru, raðið þessum veitingakeðjum eftir því hvenær þeir hættu að starfa á Íslandi. Ok, ég skal byrja. Burger King, Dunkin Donuts, McDonald's. Kom þessi ekki í þættinum? Nei, ok. Fyrstu til að hætta var McDonald's. Númer 2 var Burger King og svo var hann hinnir. Það er ránt. Dunkin, Ránt. Já, Burger King á fyrst, svo McDonald's og... Það er rétt hjá þig. Ég hélt að Burger King var á undan. Já, ég var það. Ég hugsaði það sko. Vel gert. Jöfullin, aðja. Birkir byrjar. Herru Birkir, þú færð sko þú færð eina svona söguspurningu. Já, frábært. Raðaði þessum atburðum eftir því hvernig þeir gerðust. Númer 1. Fyrsta bólusetningin er framkvæmt af breska lækninum Edward Jenner. Númer 2. Fyrsti hamborgarinn er seldur. Og númer 3. Sælgætisframleiðandinn George Smith býr til sleikjó fyrstur allra. Þannig að þetta er bólusetning, hamborgari, sleikjó. Já, þetta er trick question. Þetta er sleikjó, hamborgari, bólusetning. Það er ránt. Fuck. Þetta er hamborgari, sleikjó, bólusetning. Þetta er ránt líka. Þetta er hamborgari, bólusetning, sleikjó. Herru, bólusetningin er fyrst, strákar. Já, hún var fyrst. Svo er það hamborgarinn og sleikjóin. Ok, herru, þetta var skemmtilegt. Það ekki? Herru, quiz, kom ég að, vil ég segja, hvað kostar spilningar? Við verðum að fá úrslit hérna. Já, sko, vil ég fá hérna svona 3 hint í lókin? Já, tökum eina 3 hint í lókin. Sko, spili fæstin þá og junior og svo er öllum helstu verslunum og ég er ekki alveg verðin. Ekki mitt spil. Ekki þitt spil? Er þetta að kaupa þitt spil á netinu? Já, bara... Inn á hvað? Til dæmis fulltungl.is sem er útgáðan. En svo er þetta bara í öllum verslunum. Bónus og Hagkaup og Netto og Pennanum og Spilavinnum og öllum þessum stöðum, sko. Herri, ég var hérna... Við fáum hérna... En það er samt ekki bara best að senda því persónu. Herðu, heita quizið. Vá, það var þetta. Svona collaboration. Heita quizið. Herri, það er hérna... Það er spurt persónu. Sá sem svarar sér rétt, hann vinnur. Þessa... Kat keppni Pub Quiz 4. Hver er persónan? Þetta er persóna. Hún á rætur að rekja aftur til 17. aldar. Á árunum 1976 til 1978 var haldin útihátíð hér á Íslandi sem bar heiti persónunar. Fyrsta er mjög erfið, ég veit ekki hérna. Nei, býta aðeins. 86 til. Þetta er 76 til 78. Þannig Hjammi 30. Sko ég veit að hann kom í Allavíkina Ringo Starr. Það er 84. Þetta var ekki svo gæði. Nei. Þetta er gott. Vá, þetta er ógeðslega góð spurning. Þetta er nefnilega mjög random að þessi útihátíð heiti þetta persónur. Ef leitað er að nafni persónunar á netinu kemur meðal annars upp hárgreiðslustofa í Reykjavík sem heitir eftir henni. Þekkt hárgreiðslustofa. Er þetta Monroe? Garibaldi? Nei, hvað var það? Ránt. Hvað sagði þú? Monroe. Gott gísk. Gott gísk. En þetta er ekki einhver sem er til í alvörunni. Þetta er, þú veist svona, fictional character. Herri, vil ég síðustu? Hún gefur þetta svolítið, sko, persónan þurfti oft að glíma við illskeyttan úlf. Rauðetta. Það er rétt! Þetta er Egill, hann var rauðettur. Þetta var hérna þetta var útihátíðin rauð þetta. Já. Má ég spyrja það samt einu, þeir eru að búa þetta til. Já. Hvað, þú veist, er svo svona? Hvernig verður þessi til? Þetta er góð spurning. Ég hendi öllum bara staðnindum sem ég sé bara í notes eða voice memo. Já, þú ert bara keyrandi eða eitthvað? Já. Hvað sérðu staðnindir? Bara alls staðar. Og svo ég lesa alveg mikið og maður er eitthvað grúska á netinu og eitthvað svona og svo sé ég eitthvað bara eins og kannski ef ég sé þarna eitthvað að það var eitthvað útihátíð 76 sem hétt rauð þetta. Má ég spyrja ykkur einu samt, er það ekki að nota chatið? ChatGPT? Ekki verið, nei. Er hún kannski bara ekki nægilega góð í þessu? Ég hef alveg prófað að slá inn bara, give me bara 50 pub quiz questions. Það kemur svo glata. Þá færðu bara eitthvað svona ógeðslega basic sem er bara, sko, það sem ég reyna að gera alltaf með quizið og bæði þættinum og spilin er að þetta sé eitthvað sem öllum finnst skemmtilegt, allir geta verið með, þú veist, og hérna bara yngri og eldri og þú veist, þú þurfur ekkert að vera eitthvað vel lesin eitthvað svona, þannig að mér er svona eitthvað hefðbundna pubquiz spurningar sem er eitthvað bara
þú veist, þessi pláneta frá sólu eða hvað eiga í þessum firði og þetta svona, ég kalli þetta oft, þetta er svolítið svona F957 quizins, þú verður svona að við erum allir að geta verið með ykkur Já, einmitt svona commercial, svona gaman Já. það er svo leiðilegt að fara í quiz eins og þú segir 3000 metra frá sóli er þessi já. það vill það ekki En ég verð að taka undir mig hjá maður, þið eru ekki í samkeppni, þetta er bara Þetta er svo góðir vinir sko mitt er svona family time og hans er svona friend time tökum líka alltaf alla söluna í lokin og splittum alveg í tvönd Alltaf gert það allir peningur sem saman Alltaf gert það Þannig Meira þess að áður ég byrja að gera þá bara mætti ég upp í malar og sundluti hjá maður þetta er svona mikið í ár þannig að hér er þinn hlutur Ótrúlega skrítið dýl Já, þú ert búin að segja að Arnór Sigur á lausu, eða ekki? Jú, hann er á lausu og hvar getur maður nálgast hann? Það er á Instagram það er hérna, þið færið hann Slide into my DM junior.is Arnór Kóði, Arnór á laus Áður en að koma spurningum á þá persónulega þá verður það aðeins að tala um Serrano sko, hjá mig, hver er svona þinn go-to Serrano stæður og vefja? Það er upp á höfða en einum Herðu, ég var að borða Serrano í gærkvöldi Vel gert, hvað fórst í? Ég vel alltaf sjálfur Já, ég líka og ég gerir það aldrei Ég bara tjóka algjörlega og panta eitthvað rugl og sé alltaf eftir því Þannig að ég ætti að vera með Þau eru ekki er? Nei, alls ekki bara... Tælenskan burrito, ég held að það sé tælenskur Já, tæburito Fyrir lúuna Já Ég er alltaf eini í lúunni Það eru svona 3 mínútur að þessu Já Er eitthvað ómissandi á vefina? Ég vil ekki Góðaskapið Ég vil ekki svartan Bíkó Þannig að bönir Já, svartu bönir Ég borða þær Ég sem alltaf taka út Allt sem er holdt út Allt sem er holdt út með talandum allt sem er holdt struktúr okkur langar aðeins núna leifur að tala um Thermovút hitameðhöndlinni á struktúr Já, með gruna á myndi leiðin En með henni er viðurinn meðhöndlaður á náttúrulegan hátt án eiturefna þar sem það er notuð gufa og hiti og fyrir hitastig timbursins að jafna upp í 180 til 230 gráður pubguðspurning fyrir þig Ef efnið er viður, þá er ég smiður Þessi klæðning er að sjálfsögðu öll unnur úr sjálfbærum skóm og því vist var nú góð Ertu handlæðin, Björn? Nei, mjög lítið handlægin Við erum samt þetta hús Ég byggði hús en that's it skilur, eitt hús en hérna Ég myndi aldrei geta gert 2 Nei, vá, ég mjög lítið Er þið handlagnir eða? Ertu eitthvað bilaður? Nei, ég kann ekki rista bröð Er þið ekki G's, Sen G? Já, ég er bara að skipta störf hægri vinstri Ert þú svona, Birkir, þú kannt ekki að fá þér að borða og eitthvað svona? Nei, ég kann það ekki Það er bara að kveikja á myndöl og Birkir er bara, takk Var bara mamma eins Mirjóni og svo eignastu kæristu og hafði bara haldið áfram Úr hvaða hverfi eru þið? Ég er á Salakverðinu, við erum búin að rífast mjög mikið upp á síðkastið af því að ég er svo harður Kópavogsbúi en hann er frá Vesturbænum og það var búið að bjóða honum íbúð hérna í Kópavoginum og hann sagði bara glemdi ég myndi búið í Kópavogi Nei, ok Ég er samt á samastað, ég get ekki búin einstar en það er Reykjavík sko. Hæ? Þetta er ömurlega sveitafélag Já, maður er að trú sínu sko. Ég ætla að vera Reykjavíkur ásins einhvern mann Já, ok, fer Fá að veiða í ánni Ég er nefnilega fluttur úr Reykjavík líka Já, hann gafst upp Ég sakna ekki borgarinnar sko. City life, það var of mikið fyrir mig En Kópavogurinn er geggjaður sko. Það vantar sjóin sko. Það er ekki svo gott að vera í kraganum Kjósaði kraganum Reynda þegar Leifur sagði með hann alltaf á ekki bíl þannig að þá er vesen að búa í Kópavogi því að allt þitt baklandi er í Reykjavík sko. En ég ætla að spyrja ykkur og þetta er til ykkar beggja byrjum bara á Birni Hversu þægilegt er að vera ekki 9-5 gómur á stimpilklukku? Ég held að vera að koma með eitthvað svona með nokkra berundri en eina bloggfæslu sem hún skrifaði árið 2006 Hann bara Þú byrjaði þetta einhvern veginn þannig Það kemur eftir Herri, hérna, hversu þægilegt er að vera ekki í vinnu? Já, bara stimpilklukku gómur Hvenær varstu síðan stimpilklukku gómur? Það sem þið þurft að stimpla minn Basic bara mæta 9-5 Hvað er Björn bara, okkur er ekki mættur? Vá Það er helviti langt síðan. Ég ætla að slökka í klippingu. Já. Sko, síðast þegar ég var í þannig vinnu, það var 2008. Shit. Wow. Já. En sko, svo hef ég alveg verið samt í vinnum, en þá var ég svona meira, þú veist, ekki kannski eitthvað 9-5. Nei. Þú veist, ég var ritstýra Monitor. Já. En ekki svona 9-5. Nei, ég var síðan, þú veist, var launamaður á Stöð 2, þú veist, var í fastri vinnu þar, skilurðu, fyrir einhverjum löngu síðan. En þú veist, það var ekki eitthvað 9-5, sko. Þannig að já, það var 2008 sem blaðamaður. Já. Wow. Gerur þú grein fyrir hvað það er mikill lúksus? Gætur þú farið aftur í að vera bara 9-5 gómur? Nei, örugglega ekki. Ekki eftir að hafa unnið svona lengi fyrir sjálf mig.
það væri mjög erfitt að fara aftur í það sko en þú veist, ég vinn mjög mikið veist, en það á mínu tíma og í mínum verkefnum og svona eftir því sem að gera það lengur og venst í að þá þetta er mjög erfitt í dag að vinna fyrir einhvern annan Einhver góð maður sagði að vera ríkur að stjórna sínum eigin tíma Ég held að það sé tólið til því hjá mig tekur undir með byrnið Já, ég held ekki aldrei snúið aftur Nei Ég sé alveg farið sko Ég er búin að vera að þessu síðan 2016 Já Þá spyr ég á móti sko þeir eru náttúrulega báðir grínistar skemmtikraftar og fleira Já, gjör svo vel Hvað haldið þið vinni marga tíma á dag það bil? Ég veit það er spurning Það er góð spurning Það er lúmst Ég á oft erfitt með að svona hvað er vinna og hvað er ekki vinna Þú veist, ég er oft rosa mikið Þá varst að gera eitthvað rétt Þú veist, þegar ég vinninu núna, myndi ég halda Þú veist, við erum að tala um spilið sem við erum að gefa út og svona, þannig að einhver partur af þessu er kannski hluti að vinnu en þú veist, og oft finnst mér dagurum minn vera þannig, þú veist, ég er mikið eitthvað í símanum með að svara eða ringja eða senda mail eða posta eða eitthvað svona, þú veist, einhverja bókaminni upp í standi, einhverja blaskilur, þú veist, þannig að þetta er svona, oft finnst mér ég ekki hafa gert neitt, en svo finnst mér ég á sama tíma einhvern veginn að hafa verið að vinna í allan dag. Þetta er svona... Það er mjög rétt. Ég er með alltaf, núna ég tek að miðvikudag alvof. Já. Það er bara learning. Erum við ekki að grínast núna? Nei, það er bara alvof. Bara, ég ger ekki neitt. Já. Ég horf bara á þætti. Geðvegt. Bara netið og eitthvað. Svo tekur hann 50 dagar líka og svo lengir hann helgina Jú, það er alveg komið fyrir að fara störn líka fyrir alveg. Ég myndi til að bæta inn í ég var farin að vera alltaf í vinnunni einhvern veginn þú veist hver einasti þú veist hvað alltaf svaraði eða bla skilur og það er líka ógeðslega slítandi og maður er svo klikkar á því þannig að maður þarf að vera líka agaður að svona hér er vinna og hér er ekki vinna og helgarnar eru kannski ekki frítími fyrir ykkur sem eru kannski bara gigga þá Nei, einmitt Er ekki helgarnar bara, ég ætla ekki að segja horror en það er þeir vinnir mest mest þá var einmitt snið kannski að vera með Þess vegna var ég góður að ná okkur á mánudagskvöldi Það er mjög þægilegt kvöld fyrir mig Þú veist, núna helgina, það var til dæmis algjör klikkun kvöldin, sko Þannig að, og svo er ég eiginlega bara svona Svo er maður líka mjög þreyttur eftir það Þú veist, sunnudagur er svona, þá er ég smá svona Munið eftir svona mest brútal gigdegi ykkur að yfinni Bara, þau byrjuðu bara eitthvað x-nemma Og þau voru bara, hvernig tóku mestu giggin á einu degi Munið eftir ykkur það Já, ég man alveg eftir því, þú veist, þegar ég var sérstaklega í Hvítinskorinu, sko þá var ég bara keyrand allan bæ Ertu bara hættur í henni? Já, ég bara menn ekki gæsunum núna Já, ok Ég nenni bara ekki að vera, þú veist, nú er ég bara menn ekki gæsunum, minnst það bara fínt, sko Já. Þá var ég bara keyrand út allt og ég var þannig, ég tók hvert einasta fucking gigs Já, sóttur hennar póka Ég keyrði bara á Selfoss og var í einhvern bústað fyrir 35 skall og keyrði síðan bara aftur í Hafnarfjörð og tók annað gig Þú veist, ég var bara út allt og ég man eftir, ég var með eitthvað svona 6-7 svona gigs, ég var að keyra á milli en mér fannst það geðveikt alltaf einn í bílnum, hlusta á tónlist og eitthvað, í þessu koma inn, fara út, heyri félugum þetta bara, upplifun var bara ég sakna þess í dag, sko þetta hefur breyst svo mikið giggin á mér í dag það er miklu minna á því, ég tók hann alveg út Hvítinskonuna, sko, þannig ég er svona í kvissum og það er kannski bara 2 kvöldi, 3 kvöldi, kannski mest alveg, sko þetta 5, 6, 7, út allt Selfoss og, þú veist, ég sakna þess Já. Ég man eftir einhvern tímann þá var ég með 7 uppistönd á einu degi og endaði í Bláalónunum í síðasta þannig að ég var svona eitthvað að bruna eftir 6 uppistönd út í Bláalónið sko, það sem var síðasta og svo verður maður svo steiktur sko, maður byrjar að upplega að er ég búin að tala um þetta hér eða var ég að tala um þetta á stað áðan það verður svona mjög crazy einhvern veginn sko en ég eiginlega segja það sama sko að ég svona, þú veist, ég tek ekki lengur svona ógeðsla mörg einhvern veginn onni hvort annað sko. Þú veist, það er svona kannski færri stærri verkefni algjörlega. Einmitt, og það er ákveðið frelsi að þurfa ekki að taka hvert einast gig sem er boðið en Björn Bragi sagði þetta við mig sko, einhvern tíma sko, þegar ég var að byrja og það var svo magnað hann sagði að það er oft svo erfitt samt að segja nei við þú ert bara að ákveða eitthvað og gera eitthvað kvöld, hitta félagið eitthvað svo kemur þetta gig og það er kannski ágætlega borgað og ertu bara, þú veist, hann sagði þú þarft líka að geta sagt stundum bara nei sko, ég er bara með strákonum sko. En það er svo, þetta er ótrúlega skrítið og kannski er búin að nóg að gera ég kem á þetta sko, hjá mig, hefur þið ekkert langað að prófa að fara í uppstandi? Jú, ég hef prófað sko absolutt, og Björn Bragi, hann bauð mér daginn að vera host síðan mikill lánar í Konsbergi, ég var ekki en það er bara, ég með dreymir það að bara búa til uppstand og ég hef alveg gert það og ég elska það sko, það er bara erfiðasta artform sem þú finnur. Er það ekki? Já, með respekt á B.B. King hann er bara snillingur í því, það er ekkert flókið Já, ég reynda að fá hjá maður til þess að vera kynir í Búðsökurs sýningunni Það voru geðugur í? Já,
þetta bara, þetta alveg frábært artform og ég meina ég sé Björn bara ógeðslega oft og hann alveg og það eins og sko, hann að fara með uppistand og þið líður ekki eins og að sé að fara með eitthvað prógram. Nei, og þið líður ekki eins og þurfir einhvern veginn að hlæja. Alls þetta ekki, þetta bara fyndi actually sko. Samanlega, þá spyr ég Björn á móti Takk hjá mig. Þetta er bara satt. Þá spyr ég Björn á móti, langar ekki að byrja með podcast? Langar ekki að byrja með podcast? Með podcast, ég hef alveg hugsað um það eins og örgulega allir, en nei, ég held að einhvern veginn, þú veist, það bara svo crazy mikið að gera hjá mér í öllu sem ég að gera. Já. Og ég fyrir einhverju síðan fór ég að vera svona, herrðu, þú veist, þú þarf ekki að gera allt, þú veist, bara frekar að svona setja svona fókusin meira á það sem þú ert að gera. Þannig að akkurat núna, nei, er ég ekki eitthvað, þú veist, spenntur fyrir því, sko. Já, svo við höldum aðeins áfram í plögginu, hjút shoutout á Púðusykur, einhverja sýningar til sölu fyrir lokafs. Já, herrðu, það er bara jólasýningar, við erum núna helgina, ég held að sé reyndar uppselt á sýningarnar sem eru helgina. Já. En svo vorum við að setja jólasýningar í sölu sem eru 28. laugardaginn og heldur við ætlum líka að vera föstudaginn 27. Já. Þetta voru ógeðslega skemmtilega sýningar í fyrra, það var svona líka lið sem býr úti og svona, þú veist, það gæti komið þarna sko. Og svona, þannig, og líka bara fólk alltaf í svo góðum gír þarna milli jól og nýjár sko. Þannig að jólasýningarnar eru komin í sölu á meiri Púðusykri og svo erum við bara að fara á fullt eftir áramót líka. Þannig að sko, hjá mig óvæntasti fyndningur sem ég hef séð, það er Jón Jónsson. Já. Ég bara grenjaði úr hlátri. Nei, ég bara grenjaði. En Jón Jónsson hefur þess að snillega geta gert grína sjálfur sér sko. Já. Jón er líka mikið auðmýtt í honum. Hann er algjörlega einstakur svona bara sem skemmtikraftur og sem grínisti. Hann er með eitthvað element sem engin annar er með sko. Það er bara, þú veist, ég er búin að þekkja Jón alltaf síðan bara aldamótin basically, ég er búin að þekkja hann í 20 eitthvað ár sko. Og hann var svona bara strax þegar maður kynntist honum sko. En hann er svona einhvern veginn, hann er eini maðurinn sem að maður er bara svona því meira sem þú undirbýrð þig því verra. Það er bara best að þú fari bara á svið og sért þú sjálfur, skilur. Af því að það byrja bara eitthvað síra sem er svo fyndin og skemmtileg. Nei, sko, þegar ég held sér ekki að skemma neitt atriði hjá honum, sko, þá fór hann bara bak við gluggatjöldin, svo bara bú, og allir bara eitthvað, svo bara hélt hans áfram og bara grenjaði allir úr hlátri. Og þetta hljómar örugglega hræðilega fyrir einhvern sem er að hlusta núna, sko. En hann er líka með þessa ákveðna ímynd sem tónlistarmaður og allt þetta. Svo þegar hann fer í þetta, þá held ég að vera bara ennþá fyndið. Ef þú hefði sagt með söguna bara ég fór bara bak við tjaldi og gerði búm, mér er ekki þótt að fyndist. Ég er ekki að borga mér á þetta sko. Ég er Jón Jónsson, það var bara ég er ekki að fara að kaupa mér á þetta kæft. Við spurðum örgulega en Sigursalurinn, eitt hérna með Sigursalurinn, það er sannlega eitt best hefnaði salin svo finnur á landinu. Og ég einmitt sá þegar þetta auglýsingar daginn sko, og þá voru fólk að kommenta og ég las kommentin og þá bara fólk, ég með fermingaveislunana, hann er einhvern veginn uppsettu þannig, hann er bara perfekt fyrir allt saman. Já, takk hérlega, það er gaman að heyra ykkur segja þetta og ég er alveg sammála, ég elska að vera með uppistandi þarna, við vorum orka í hjálmum. Já, maður hefur náttúrulega skemmt út allt og vorum lengi í Þjóðleikhúskjallaranum og verið á bara mörgum stöðum, mér finnst svona, þarna höfum við bara algjörlega fundið svona okkar heimavöll og hann er svona stærðin er fullkomin, þú veist, hann lúkar en hljóðvistin er líka frábær, þú veist, frábært hljóðarna og svona myndast þessi þéttleiki þú vilt hafa uppistandi í svona vilt hafa að fólk siti svolítið svona já, siti sæmilega þétt þá kemur þessi orka og allir sé í sama rými, þú veist, það sé ekki hérna hlutir fyrir aftan einhverja súlu og hlutir fyrir aftan einhvern bar eða eitthvað svo leiðis þannig að mér finnst það alveg vera fullkomið fyrir uppistandið og svo líka einmitt bara svona ólíkar veislur eins og bara fermingaveislur eða einhverjir bara fundir, þú veist, einhverjir hérna fyrirtæki með fundi í miðri viku og allt þetta dót sko. Bara brilljant. Þá er hann bara fullkominn sko, þannig að við þú varst líka með í hönnun. Já, algjörlega. Það skiptir máli. Tókum við sem bara hráur í mig, þú veist, þannig að hérna, þetta er bara búið að vera ógeðslega gaman með Sigursalinn. Er eitthvað laust 25 ef fólk vil bóka salinu? Já, það er eitthvað laust sko. Þannig að bara, það er líka allar upplýsingar á netinu, þú veist, fólk getur farið inn á sigursalu.is eða inn á Facebooki eða hvert sem er sko. Þannig að bara hvet allar til að tjekka því sem er að leita sal fyrir hérna viðburð. Við heldum geðveikt skákmót ég var að hugsa hvað það var góð salur í skákmót. Þið voru með skákmót sem var bara geggjað sko. Sko, við spurðum ykkur á þessu síðast eru komið, það er fyrir 2,5 hálfum síðan byrjum á byrni núna versta gig á ferlinum. Þú spurði þið með því fyrir 2 árum? Mér finnst það mjög líklegt. Já. En það er kannski það búið að vera á þessum 2 árum sko. Ég man ekkert hvað ég sagði þá sko. Ertu með svarað? Ég líka að hugsa. Ég fyrsta sem að sko, bara svona þegar ég var nýlega byrjaður þá man ég eftir að hafa skemmt hjá einhverju stóru fyrirtæki í einhverju risa versmiðju svona einhverju hérna og
og sviðið var bara svona út í raskati og allir sátu einhverjum allt önnum stað að borða og ég byrjaði að vera með eitthvað uppstand og enginn að hlusta og eitthvað svona og það var bara ekki hlegið neitt heyrðingin og sjá enginn svona bara blanda af öllu, þú veist, fólk er ekki að hlusta og hlæja neitt og ég var svona nýlega byrjaður í þessu og maður er náttúrulega alveg svolítið á nálum sko, eða svona stressaður bara fyrstu giggin sko, alveg lengi þannig að það var mjög vont gigg sko en mér finnst kannski eftir því sem maður er búin að vera lengur í þessu þá bara svona læri maður bara, þú kemur inn og er bara, ok, við þurfum að færa hérna, ég þarf að standa þarna, mækurinn hérna þú tekur þetta ekki bara kassan, þú segir bara, heyrðu, þetta mun aldrei ganga. Akkurat, já, algjörlega, þú veist, og bara ef allir er að borða eða eitthvað, bara, heyrðu, býðum aðeins, ég bara klára að borða eitthvað svona dót, skilur, eða bara ef ég á að vera einhverstað marga metra frá hópnum eða eitthvað, skilur, bara, heyrðu, ég kem fyrir eitthvað bara til líka, eitthvað svona. Þannig að, hérna, mér finnst alveg langt sen ég tók eitthvað gig sem að ég var eitthvað bara alveg pínulítill í mér eftir það sko en þetta versmiðu gig kemur upp í hugan þetta samt, alveg, maður hefur farið í svona gig sem er svona bara alveg langt frá ég reyndar, ég man eftir einu núna þá voru við sko, þá var ég, Ari Eldjón og Annars var öll bókuð á einhverja ráðstefnu eða eitthvað svona í Hörpu og það mætti enginn það var semst bara svona risa fucking nöfn það var bara sko eitthvað starfsfólk þetta var eitthvað svona verið að kynna eitthvað dót og það var svona eitthvað svona hérna í einhverjum svona hluta af Hörpunni og þú veist þetta var eitthvað svona fólk á einhverjum básum bara með eitthvað snittur og eitthvað svona þannig að þetta voru svona kannski 8 starfsmenn og 0 gestir og svo var bara, þú veist, það voru bara ef að taka upp, já, takk þetta bara og borgað þetta er bara svo æska sér þetta var eitthvað svona bara þannig, skilurðu en ég reyndar sko við Ari gerum átt grína þessu að hérna, ég sko fór bara upp í svið og tók bara hérna Freddie Mercury á Wembley bara og það var engin annað skilur það var bara eitthvað og bara þögn en hérna, já ég held að svona, hjá mér var kannski þarna þegar maður var að byrja og beðinum að koma með hvítuskona og ég kom með hvítuskona og ég vissi ekkert hvað að gera við hana og ég gleymi þess aldrei, þetta var í rafstöðaheimilinu og ég sagði, ég vissi ekkert hvað að gera en ég kem inn og ég held ég að verið í 5 mínútur kikkið, ég bara kom einhvern veginn gerði eitthvað bara ég byrði 3 mínútur svo fór ég bara út sko. ég vissi ekkert hvað hún vildi eða neitt og hvað hvítuskóla átt að gera var það bara áður hún varst farin að gera þig út fyrir að skemmta sem hvítuskóla hún bara eitthvað inn og Snapchat eitthvað og hún spurði bara getur komið hana ég vissi ekkert hvað hún átt að gera sko, var ekki bara spánið í það sko. og svo kom ég og hún hrýndi mig og hún sagði þetta var svolítið stutt ég sagði já þetta var mjög stutt ég gaf henni bara giggið þá kemur við eina loka spurning var þetta besta gig á ferlinum þessi er náttúrulega örugglega aðeins erfiðari já, þessi er góð þetta er góð þessi kemur eitthvað sjaldnar sko já ég er búin að fá helviti mörg gig með Everúsi sem eru störtlu sko já í einhverjum, þú veist, 400 manns bara... já, ég er búin að fara í helviti mörg þú veist, við vorum í Prag með Ölgerinni styrlað, Kastala í Kastala, ekki einhverju leiguðum Kastala eitthvað sem einhver á að leigir út einhver lásin upp Kastala bara alveg fucking Kastali, sko. Bara vopna leita á okkur og passanir skildir eftir og eitthvað, sko. Það var styrlað þú veist, við höfum verið að Bilbao leikvellinu á þeim styrlað á leikvellinum? Já, ekki á, þú veist, inn í, þú veist, leikvöldin, horfðum út af leikvöldin, sko, vorum í sal þar. Þið eru líka geðveitt stemmingsfólk. Þetta er bara, þú veist, við erum algjör stemmingsfólk, sko. Já, það er, við höfum gaman að þið, sko. Þið eru gríðarlegir gleði orku. Já, þið eru teimi. Já, dýflissu í Möltu. Já. Þú veist, það er alls konar svona. En sem Björn bara er búin að fatta að það er betur að reyta þá færðu alla klátt. Ég veit. Nei, mér finnst þetta, já, ég hef alveg átt eitthvað svona, þú veist, ég og Annars vorum oft saman fyrir löngu síðan, sko. Svona eitthvað að veistlistýra og eitthvað svona, sko. En já, ég bara verið eitt samtalið bara í mörg ár, sko. Þú veist, hjá mér er ekkert eitthvað eitt sem kemur í hugan, en ég myndi segja svona, þú veist, mér varst náttúrulega viðbjóðslega gaman að gera sólósýningu, Björn Bragi Djöfulsson, það var ógeðslega skemmtilegt og svo finnst mér bara púðusykur svo margar sýningar þar vera svo ógeðslega skemmtilegar, þú veist að hérna bara núna bæði vetur nýja sýningin og svo síðasta vetur, þú veist bara þegar það er eitthvað bara einhver geðveik orka fólki í geðveiku stuði og maður er að krátverka eitthvað spinna eins í salnum, þú veist grillaða fólki á fremsta bekk og bara allir í stuði og einhvern veginn allir brandararnir hitt einhvern veginn þá er það bara eitthvað svona, það er einhverju töfrar sem maður bara ég fæ eitthvað gig út úr þessu sem ég fæ ekki úr neinu öðru sko. Þannig að bara svona, þú veist, eitthvað af þessum gigum finnst mér svona best. Já, við vorum með kollega ykkar daginn hérna í tvisvarindar, Jakob Birgis sem er nú helviti efnilegur og ekkert efnilegur lengur, hann er bara orðin rising star. Sko við spurðum hann einmitt, þú veist, hvort að hann hefði skoðað hann alltaf horfið mikið til Íslands, talaði það í viðtalun okkar og svo talaði hann líka veistu, tölum að þessum púðusykur. Sko, ég langar að spyrja Björn Bragi, þú veist, þú þarna með kannski 20 minna innslöðan í púðusykri, þú veist, er það þægilega heldur en að vera bara með eina sólósýningu?
Mér finnst það miklu skemmtilegra sko en fólk veist, ég held að honum finnst betra um sólósýningu ég elska þetta fyrirkomulag og fólk kannski bara mismunandi með það mér finnst ógeðslega gaman að semja þétt sett og bara þú veist brandari skilurðu þú veist og vera í korter til 20 mínútur þú veist og mér finnst líka svo gaman að vera með þessum hóp þú veist með öllum þessum grínstum þú veist Dóra og Jóni og Sögu og Ara og Jóa og öllum sko að og fólk fær svo ólíka uppistandara þú veist og maður heyrir eftir hverja sýningu bara ólíka skoðanir bara þessi var bestur eða eitthvað svo leið skilur þannig að mér finnst þetta svo geggjað skemmtilegt form sko, þannig að ég fíla þetta bara. Þetta félagslegt líka, við erum svona margir. Einmitt, og kannski á minna líjandi, eitthvað búin að vera dark horse í þessu búðusikra teimi hjá þeim sem komið á óvart? Sko, það náttúrulega Jón, þú veist, sem við vorum að tala áðan, hann náttúrulega, þú veist, þetta úrslega fyndið einhvern veginn, við vorum að fara að stað með búðusikur í fyrra og við erum held ég bara að fara að gera þessa fyrstu tilraunasýningu og svo stefnan að byrja með þetta eftir 2-3 vikur eitthvað fara að setja í sölu og við Jón erum að æfa saman eitthvað og og svo segir hann bara eitthvað svona alveg út í loftið eitthvað akkur ég ekki með ykkur og ég bara, hvað, viltu vera með okkur, þú veist og hann bara og ég bara það gerum við það bara einhvern veginn, þetta fættist svona bara eitthvað í rektinni sko og svo bara mætti hann og var geggjaður og ég einhvern veginn átti svo innilega ekki vonaði að hann yrði svona mikið með okkur sko en hann búinn að vera bara alveg ég myndi segja the dark horse sko svo þetta líka Gauti sem kom svona inn á miðjum vetri fyrra Mér finnst það vera meira spilakall reyndar spilakall þá hann er náttúrulega að kopja allt sem ég er að gera sko. Nei, hann líka til dæmis bara, þú veist, ég fekk hann einmitt til þess að vera kynni örgulega á svipum tíma og ég var að tjekka á Hjamma með að koma og vera kynir í okkur En sorry gripið fram við, hann talaði samt sko það í vikunum Gíslamartinni bara eftir fyrsta gigi og hann fannst óþægilega hann ætlaði aldrei að gera þetta aftur Sko, það er ógeðslega fyndið, þetta var eiginlega með þá báða fyrsta gigi hans Jóns var líka ekkert spes en svo var bara allt eftir það frábært sko. Gauti var alveg að skýta í sig af stressi sko. Og ég meina það er gríðilega sviðsvanur maður sem er búin að halda geðvig gig og tónleika og allt saman sko. en einhvern veginn að fara í uppistand þá ertu svo ótrúlega berskjaldaður sko. Þannig að mönnum finnst það mjög stressandi að svona stressandi form en hann var mjög góður í því sko. En hann var bara stressaður þannig að það var örugglega út af því sko. En svo er hann náttúrulega búin að venjast þessu bara Pælið í samt listformi, að vera eins og MC Gauti að vera svona stressaður og sviði bara út í með eitthvað annað Þetta er svo magnað þetta form sko. Já, þetta er það. Með þess að sturla sko. Já. Þetta er, það er ekkert verið eins og það er ekkert verið hvert sem er að vera að finna þessi gæðir þetta byrjar fram okkur sko. Ekki getur við það. Þið eruð æðislegir strákar. Já, við erum góðir í því sem við gerum. Sko, ég ætla aðeins örstuð til viðskiptahotnið. Já, þar komum við sterkir. Já. Hvernig ætla að lækka verðbólgu? Nei, ég ætla bara að segja þetta það er sko frétt sko fyrir þá hlustendur, við eigum marga digga hlustendur sem að tóku líklega þættina með þeim báðum þegar komu fyrir 2,5 ára síðan sko frétt á Vísi frá september 24 hagnaði félagsbjörnsbra dróst verulega saman er það ekki bara spilið sem munar það er bara eftir að besta sætið 1 kom út er það ekki? Er þetta ekki bara bein tenging? Jú Besta sætið, heita sætið sorry, ég meina heita sætið sorry já, hvað sér var þetta var fórsíðið frétt hagnaði minn heitir Eist saman já, ég meina hann dróst saman sko er það ekki bara á spilinu? Jú, örgulega sko, það er annað sem verðum að það er fíllinn í herbygginu, hann situr hérna einhvers staðar og við verðum að ræða hann við tölum það í viðtalum við þig sem að er einn mest hlustaði kantátur, ég held að sé alla á topp 10 mest hlustaði þáttur allra tíma, frábært viðtal líka frábært viðtal að Hjamma við vorum bara ekki orðnir alveg af stóri þá en núna er orðin stórir þá sögðu við Björn Braga allt sem þú snertir verður að gulli og það er rétt svo náttúrulega, það var rétt svo kemur þessi frétt vera matöll, play vera matöll, play hvað klikkaði vera matöll? Bara margt bara rosa margt sko þetta var bara svona verkefni sem að fátt gekk upp og það var bara mjög farsælega leyst úr því af allra hálfu og bara þú veist samið bara slita á þeim leigusamningi og bara og það voru bara allir mjög ánægðir með hvernig var leyst úr því og hvar allt það er
á hvað stað það í dag. Sko ástæðan fyrir ég að spyrja þig að því að þú ert eitt besti entrepreneur sem að bara, og í alveg þú ert mjög farsæll fjárfestir og bara mjög duglegur, við getum allir tekið undir það þess vegna bara fyrir kannski þá sem hafa áhuga business að hlusta bara, þú veist, þá er ég að tala kannski hvað klikkaði bara, var þetta bara ekki staðsetning fyrir mathöll eða hvað heldur að það hafi verið? Já, bara, þú veist, það og bara, þú veist, erfiðar aðstæður í veitingageranum heilt yfir. Já, það COVID-ið og allt það ekki. Jú, þetta er náttúrulega, þetta er eftir það reyndar en bara svona, þú veist, ég meina það eru gríðarlega mörg, margir staðir sem að hættu svipaleiti, þú veist, og á þessu tímabili. Og jú bara, veist, þetta er nýtt svæði fyrir þennan rekstur sko, þannig að núna eru þau að reka bara svona stakan stað þarna og meðan við fókusum á Sigursalinn sem er svona miklu betra módel bara fyrir þennan stað, en talandi þetta sko, þú veist, og þið eru að peppa mig að tala að ég sé allt sem ég snerti verða gulli sem það er ekki rétt, en takk fyrir það. Þetta var undantekningin sem sannaði regluna. Það er þetta rámt, því að það er rámt orðatiltæki. Það er the exception that proves the rule og það þýtt virtist á sínum tíma á Íslandi og það er svona undantekning sem mann pröfa regluna en allir Íslandingar segja undantekning sem sanna regluna. Það er aðeins annað að pröfa regluna. Já, proofs er gamalt orð í ensku sem þýðir actually pröfar. Sann reynir. Þetta er móli. Hjá með sko doktor í málvísindi. Ég get sagt ykkur það, þetta er eina sem ég lesi í velvakadömi eða eitthvað svona á Morgunblaðinu, það sendið ykkur inn og ég las það og ég screenshot það og þetta er á Facebook hjá mér ég reglulega þegar þetta kemur þá kem ég með þetta ég býða heila bara ég var að býða ókslega lengi að geta notað en ég bara svona 3-4 síðan þetta var stend á mólinu geggjaður móli þetta Björn, þú varst viss það að segja eitthvað já, ég ætla að fara að koma með djúpspeiki sko. Nei, ég ætla að segja sko að fólk á aldrei að vera hrætt við að gera mistök eða feila þú veist, og það er bara hluti af prósessinu sko. Og maður fær svo ótrúlega mikinn lærdóm og reynslu úr því að keyra á vegg eða þú veist, eða eitthvað feili eða fari ekki eins og það átt að fara og þú veist, það er ógeðslega erfitt en allt sem er erfitt stækkar mann, þú veist, öll þjáning stækkar mann, þú veist, alveg svo bara það er, þú veist, þú það ert að vinna fyrir það, þú ert að lifta í rektinni, þú veist, þú fær haspurur, þú veist, vöðvarnir stækka, alveg svo þessi svona reynsla stækkar mann svo mikið, skilur, þannig að það er mér svo mikilvægt að fólk sko, þú veist, þegar það klikkar eða gerir mistök eða feilar í einhverju skiluru að það gefist ekki upp heldur halda áfram og takið þessa reynslu og láta það stækka sig. Já, það er alveg hárrétt. Því MC Gauti við spurðum hann aðeins í dag, vorum með henni viðtalið okkur sko og þá sagði hann nákvæmlega þetta, var einhver stelpur sem sagði við hann allt sem hún snerti verður að gulli og hann sagði bara mest að kjaftaði heim. Það er bara fullt af hlutum sem að ég segi það líka, það er fullt af hlutum sem að ég hef drullað með sko. Já, en fólk sér það oft ekkit, þú veist, það er algjörlega. Og það á ekki líka ef einhver er að gera allt rétt þá er hann ekki að gera neitt, skilur þú vilt miklu frekar taka fullt af skotum þú veist, og bara Já, einmitt, ég held að ég þorendar ekki að fara með fleiri málsætti núna í kvöld eftir að hjá mig Sjaldan fellur epli langt á eikinni Nei, þetta er ekki eik sko, það er engin epli á eikinni sko Nei, alltaf Björn Bragi besti frumkvöld sem við eigum sko, örstutt ég veit að við tölum aðeins kvissi á hann en sko Hjammi og Albert Brynjar er þetta slakasta liði sögu kviss, ég veit að Hjammi er ekki slagur en þú verður að taka þá saman sko, nei, þeir eru ekki slakasta liði sögu kviss Hvað er lægst í stigaföldi sem er? Við vorum ekki þar Nei, þetta var alltaf læg sko en þeir voru líka svo ógeðslega skemmtilegir Þeir voru mjög skemmtilegir Þeir voru svona lið sem að Ég er ennþá að fá sent út af þessu þætti Það er ennþá verið að senda mér einhver sem er að horfa á hann á þátt sko Já. Og það er bara, kemur eitthvað snakk eitthvað var í Noregi núna daginn og sendir mér snakkið Hjá mér áttir þetta svona 2-3 ótrúlega moment sko, algjör Slumdog-milljónir moment sko. Þetta var, þessi þættir eru stórkostlegir sko. En Hjammi, ég ætla að rosa Hjamma núna á móti sko, það er svo gaman að fá Hjamma í quiz eða í hvaða prógram sem er sko, að hann er svona það eru mjög fá, það eru örfáir gæjar sem er einhvern veginn þannig að þú setur hann bara í settið og það verður stemming, það verður fyndið skilur þú veist, og það er þannig með Hjamma sko, maður vill eiginlega hafa hann í, þú veist, hann komist í úrslit sko. Það er hann að koma mér áfram í setja mig annan búning. Það er þurft, það er þurft aðeins betri það er sko það næsta ári. Algjörlega, sko, ég var með plöggotnið, við erum búin að græja stráka bara og hlustendur allir að kaupa heita sætið og pubquiz, þetta er til í öllum búðum eða hvað? Já, heldur betur bara öllum þessum helstu maturverslunum og spilavinnum og fleiri svona sem selja spil. Absolutt. Sko, ég er að pælja að fara með einhverju heimaðurina sko,
áður fyrir heimuna Já. Langum að fæ í Árbæinn Má ég, sorry, getum við pásaði 2 mínútur? Er það leið? En svo er það okkar menn í kontakt fyrirtækjaragjöf Jú Það er eiginlega að hrökkva að stökkva núna Glæný fyrirtæki á lista Já og þau rjúk út þannig að það er í raun og veru bara fyrst við kemur fyrst við fær Talandi viðskiptahotni maður Sælis Já, sælis Gaman að kaupa eitthvað fyrirtæki Já, ef við kaupa fyrirtæki saman Kaupa eitthvað fyrirtæki Það keftum mér vape shop Hjálmi og Björnbreiður er eitthvað en að vape shop í Breiðholti Gera bara sturla flott Tapa bara Við samt sko áðurum förum í Árbæinn Birkir þá langum að koma inn á TM líka sem eru samstarfsælokkar núna Jú Já, búin að vera með okkur smá tíma Já, það er bestu vinur okkar Það sem tryggingar snúast fólk Það sem tryggingar snúast fólk mikið rétt Björn Bragi Já, rétt og, Já, akkurat, þeir vita alveg hvað þetta snýst allt saman Snýst fólk Snýst ekki bara að veita Þetta snýst bara fólk sko Snýst bara að veita bestu þjónustunaldi sem að TM gerir Já, strákar, þið auðvitað ólust báður upp í Árbænum Er þetta jafn mikið gett og sögurnar segja? Og er þetta búið að versna eða skána? Ég veit ekki alveg hvernig þetta er nákvæmlega Árbæðarskóli er actually eða var tough place to be at Já, hann var það í alvörunni sko Ángrín sko Það er bara við, að maður hafi bara komist í gegnum Árbæðarskóla og það verið kveikt í, er bara ótrúlegt sko Ég, sko, Er það staðan? Það er ekki Já, sko hann var galinn sko Ég held að það hafi þróað mig mjög mikið sem grínista Já, að því að þú veist, þú þarft að vera fyndin já, veist, þegar þú ert to ekki- survive Til að vera ekki laðið bara það? Ég var bara með stór gleru og eitthvað svona í Árbæðarskóla þú Já. veist, og já Nei, þú veist, ekkert eitthvað, þú veist, þetta er ekkert eitthvað bara eitthvað fangilsið Það eitthvað var, En þú veist, en jú, það var þetta var actually þannig að það var einu sinni strákur sem var bundið við staur, flaggstöng og það var hellt bensín í kring og það var kveikt var bara kveikt eldur og hann var þarna og kennarinn var að reyna að strökka við eldin og reyna að bjarga honum, þetta var bara eins og En hann hefur gert Upplýðið þú þetta? Varst þú í skóla? Já, ég er bara mann eftir þessu, þetta var bara rosalegt sko. Ég var í Árbæðarskóla 1979 Já Pældi 79? Það er 6 ára byrjaði sitt Já, 6 ára, já Einmitt og þetta er 89 Já, Þetta var bara bílur Sem er bara Benjamin Dúa Þetta var bara svakalegt sko Benjamin Dúa er Alvöru- byggð á skólagöngu Hjálmars Þetta var bara alvöru, bara hardcore sko Þannig að já, þetta var, þú veist, 800 manna skóli og Koma líka allir úr, þú veist Það er Árbærin, skilur Hreimbærin og svona miðji Árbærin Svo er Selásskörfið, Ártúnsholtið Allir einhvern veginn þú veist, eins og í, Þessi hver voru ekki vinnir eða eitthvað? Jú, Jú, en þú veist, en bara absolutt. eins og í árgangnum mínum voru, þú veist, 8 bekkir eða eitthvað svo leiðis, bara í einum árgangi þú veist, þannig að þetta eru, þú veist, ég veit ekki 150-60 krakkar eða eitthvað í bara einum árgangi þú veist, það er ógeðsla bíl fjöldi einhvern veginn, bara svona úr öllum áttum einhvern veginn og svo bara, þú veist það var ekki hægt að vera í skólanum í svona byrjun í janúar þannig að byrjaði aftur, það var bara sprengjur ég er ekki grunast, Já, það var bara flugaldar bara að vera já, sprengja, þetta var bara endalaust verið að sprengja og ég man eftir að fara einu sinni til skólastjórans ég og Bent saman, þá Já. voru að sprengja eitthvað dæmið hann í matsalunum, Já, það var gott sko ég var hræddur Já, við bara Bent í samt. matsalum bara Já. varstu hræddu það? Nei, ekkert svona alvöru hræddur Nei, en nei. hann var náttúrulega Já, já. Já, ég hef ekki trúið því Nei En þetta var frábært tími Ok, já, það var bara hálfa grínast með spurningum Nei, nei, sko, en þetta var ekkert- alveg Já, dæmi, já, sko. já. Ef að fara í listan, strákar Herri, við erum með lista Top 5 mestu kongar frá Árbæn í sögunni Wow. Ekki að svissa bara á 5 og 5 Vil ég ekki taka bara einn lista og svo hinna Jú, Jú, gerum það gera það Hjá mig þú byrjar Já. Ég ætla að fara í listan minn Sko, Byrjaði 5 þið vilja þess að kynna fyrir hlustendum hver heimaðuna var Þetta er svona 5 Mestu kóngar mestu kóngar Árbærins Við fengum ekkert sko meiri svona Þið bara verið að dæmi það Já, Já, þetta er bara svona okkar kongar í orpanum já. Ég fer til að byrja með 5. sæti Það er maður sem þið þekkið ekki Ég held að Björn Bragi, ég held að þekki hann og þetta er Jón Ellert Já, Ég verði Ég heyrti þetta. Já, Já. hann var eiginlega bara hann var rosalegur hann var svo stór og hann var svo mikill karakter, ég get ekki sleppt honum En hvað og gerði þessi jarðaförin maður? hans var þannig, bara getið sagt ykkur að það var, hún var varpa beint í Árbæjar í fylgisalinn já, þú veist, það var bara alveg tróði sko. Hvað Hann var- maður var þetta? þetta var bara, hann bræður sem tvíbura, Arnar Ásker Já, sem voru með mér í menntaskóla og hlera sko, gegnum, 1 ár í menntaskóla og hérna gegn og algjörlega bara svona hann var larger than life Já, og var í fylki og Já, sáum allt í mikið tengdur fylki, svona. rosalega tengdur og svona, jú, hann dansaði okkur í línu að vera svona, þú veist, pínlítið kannski ekki alveg á sama staðu við allir hinnir en hann var rosalega sko, já geggjaði sko, ég varði eiginlega að setja hann inn Jón Ellert í 5. Jón seti Ellert, já.
og ég held að öllum hafa þótt væntum hann en svo var ég í 4. sæti þá var ég með Jón Pál Sigmarsson Já, Vá. Hann var í líka 4. larger sæti than life Jón Pál spilaði með Fylki, markvörður Upp í meistara nei, ég veist ekki yngri flokk 400 leikir Fylki og það erfitt hann í lokin og hann var svo sterkur og það var alltaf svona ég var alltaf með þetta saying, þú veist, Jón Pál er Orban þegar maður krakki, sko Já. Jón Pál er Orban, Árbæðingur, sko þetta er nummer 2, 4. Já. Í 3. sæti þá sett ég Bentaran það er eiginlega báðið með Bentaran það er ekkert hægt að sleppa Bentaran Nei. hann er í 3. sæti hann er smá í fjölskyldunum minni núna En þú náður ekki í svona fjölskyldu konunar En ég sko- hitta reglulega Þið er náttúrulega ekki að Þú getur náttúrulega verið pappans Þið náttúrulega náðu ekki skottið okkur örum eða hvað nei, ég rakst ekki En hann er bara legend Sko, hann er bara legend og getur ekki alveg verið pappan samt ekki pappas, frekar langt á því hann er 80 móti ekki 10 ára millir, hann er Já. 83 Já. já, 7 ár já, 10 ár já. Og Starfræðin þess að svíkja þetta var í hvað, 3? Já. Í öðru sæti þá setti ég út í ég er feministi og þegar þessu kongar þá ég sagði, nei, þetta er ránt Já, einmitt, sorry tölum kongar og Sorry. tölum drottningar ég setti unnubyrnu Já. Já, Já, Það er kóngur. áhugavert. já, hún bjóði göttunum minni Já. ég er bara svona biggest respect fyrir unnubyrnu Já. og mamma hennar Hún líka kom með titilin heim já, hún kom með titilin heim, stórglæsileg sá stóri maður svo stóri, þú veist, þannig að ég verði að setja unnubyrnu hana Já. Við höfum ekkert verið að taka marga titla heldur nei, þá þannig ekki Nei, er þess að Fylkir og Árbærin nei, en Þannig að reyndar stert að fá einn heimsmeistaratitil Já. reyndar tók ungfrú Árbær í einhverju ferusangi núna hjá Everúsu Já, einhver titil daginn já, heyrðu býtu, hún vann hann Miss Já, Universe já, Iceland já. Já, það var þannig að Árbærin við skulum ekki það var alltaf verið svona í Árbænum Já, það er mjög Já. fallegt fólk í Árbænum sko. og í fyrsta sæti Vá. þá sko, ég hugsaði fyrsta sæti mjög vel ég hugsaði bara hver, þú veist ég setja Dag, nei, þú veist eitthvað svona, hann er alveg, Dagur er alveg búin að gera mikið, orðið borgarstjór og allt þetta sko þú veist, á ég að setja hann hérna Andra Snæ, skólabróður minn Magnason já, Já, ég á með honum í skóla, Árbæðaskóla ok svona, nei, kannski ekki hver er svo sem er gert mest einhvern veginn hver er svo sem er svona út allt einhvern veginn og setti ég Björn Braga Það komið leikin annars það er ekki annar og Ég var það svona já, ég tók hann daginn og ringdi ég í Árbæðaskóla og var að láta að gera hérna svona murals, hafði ekki séð murals í Norður-Írlandi og ég bauðst þér að borga fyrir það, myndi gera murals á veggin í Árbæðaskóla með mér, með Björn Braga þú veist, með hérna einhverjum fleirum svona í þessu, Unnu Birnu og það væri svona, þú veist, mynd svona búið að spreyja svona mynd, Já. var ekki til í þetta En svona eitthvað svona Mount Rushmore Getur við gert það? gæti gert það, Einhvers staðar upp í þarna brekkuna þarna við en mér fannst murals einhvern veginn flottara Já, Ég þetta væri er miklu jafnvel með flottara vélbyssur. Já, það er geðvikt Nú er enda skelfilegt Þú náttúrulega hafið fyrsta sætið þitt Nei, það hann er ekki að tekið. fara að segja eitthvað ég gerði þetta bara út í Björn Braga á þetta skilið Já, já. Þetta er ég er verðskulda bara, þú veist ég er bara verkamannastrákur En Ég eru þarf þið ekkert einhvern- árbæðingar ekkert Þú hlýtur að pirra á því að hann fyrsta sem hann gerir það er einhvern smá pening er að flytja í burtu frá okkur sko, já en hann talar rosalega mikið Árbæðina sko. Já, hann Það er ekkert allir sem gera það. Já, Ég er Hann ekki er að heyra ekkert að tala um annað en kragan eins og þetta er enda já, en hann er ekki þannig eins og margir gera sem flytjur okkur hverfum og tala sér eins og Gísli Martin eða eitthvað flytjur úr Breiðholtinu og hann minnst ekki til Breiðholtinu nei, einmitt skilur, hann er alltaf með Árbæðin í hjarta Þú ert harður árbæður Ég er mjög harður árbæðingur ég er sko bara takk hjá mig Þetta er náttúrulega, þetta er oflof já, En stendur undir þessu kallið minn Já, í augnablikinu Já, vá maður Þetta er geggjað listi Ég ætla að Þetta er hrósa þér fyrir góðan lista já, Jón Páll, var það ekki gott? Já, Jú. mjög, ég líka fjórða sæti Já. Já, Ég fíla líka að hjá mig fór svona Þú veist, hann fór aðeins í fortíðina sko Fór í söguna Já, fór í söguna sko Hvað fórst þú í? Það Ég er gaman með að hafa listan hans Já, sko Fymta sæti Fymta sæti Ég var, þetta er mjög erfitt að gera en lista Já, var þetta ekki fín heimaður hjá mér eða? Frábær Jú, geðvig Fymta sæti er hérna Óli í skalla Vá hérna- Þetta verð ég Þetta er reyndar brilljant dæmi. Býtu, er það Sko. Það þekkja allir árbæðingar Ólaði skalla Já, og hérna Óli í skalla Hvað mistar þetta? Þegar við komum í skalla í Já, árbæðingi já. Skalla í Hraunbæ Já, já. Sem að er, Hvað er gaman? þú veist Það veit það enginn Hann er einhvers staðar á aldrinum Ágríns. hann er á aldrinum 17 til 63 ára Hann lítur fáránlega vel Það er út alltaf eins Hann er búin að vera er aldrei eins breyst. Hann er búin að vera eins síðan ég var 11 ára
hann breytist aldrei hann fáránlega unglegur hann er geggjaður og hann stendur alltaf vaktina sko. Og en sko bara fáránlegt hrós á þessa sjoppu hún eins og Michelin veitingastæður ég hef borðað á Michelin veitingastöðum ég fæ ekki jafn góðan mat og ég fæ í Skalla í Hrumbæ þetta alveg satt ég hef heyrt mjög marga segja og hvað eru margar sjoppur eftir í dag? Nákvæmlega, engar þetta síðasti móhikanin sko en þetta er svo gott dæmið það ég elska að koma í Skalla og ég bara, þú veist, ég bjó náttúrulega í Hrumbæ 74 fyrstu árun á ævinni þannig ég bjó bara nokkur skrifa frá Skalla og þú veist, ég verði aftur 6 ára þegar ég kem að inn sko bara þetta eins og farin í, ég elska þetta sko geggjað fyrsta nafn og líka eiginlega, ég set Gullu í Skalla með honum í 5. sæti sko þau ennþá? Mammans mammans þau, já, það ekki, ég meni þau bara þetta er eðal fólk sko herru, ég er í vandræðamanna ég er með 7 nöfn sko ég þarf að koma þeim á 5 manna lista sko þú mátt að líka þegar við erum með samstæðsalísum þætti já, þetta er eins og þið að kynna þetta er samstæðsalí nr. 28 það er herri, ég ætla að henda í 4. sæti ég ætla að henda í Jóa Áspjörs það er svo gott maður þú ert líka með geggjaðan lista hann er frábær hann er frábær hann er það er betra að vera eftir já, hvað ég sem sagt hann náttúrulega, ég hef þekkt hann síðan ég var bara barn líka og fyrstu minningar mínar af honum eru þá er ég 6-7 ára og ég er búin að læra allar höfuborgir í heiminum utan að og hann er svona eitthvað, þú veist, 5 árum eldri en ég eitthvað hefur komið strákurinn með gleru sem kann allar höfuborgir eitthvað svona, það var svona 11-12 ára eitthvað nettur sko en svo man ég eftir að vera í 10. bekk og þá var hann og Simmi Vilkomni með 70 mínútur sem var á Mónóstöðinni og þeir mætti eitthvað svona í Árseli eitthvað svona nú erum við nettir útvarpsmenn eitthvað svona og maður bara svona, wow, þú veist, einhver gaurur Árbænum einhver orðin eitthvað, fucking útvarpsmenn sko. Make it from the hood en svo náttúrulega bara er Jói öðlingur bara besti drengur hann er eðaldrengur sko fjárfestir í dag, stendur vel já, allt sem hann snertir verður á gulli þá er Röss farað hausinn herri, veistu, ég er að spá í ég Bent er á mínu lista takk það bara út af því ég ætla að taka hann út af því þú varst með hann en honorable mention á Bent hann er kongur en ég verð að setja Óla Inga í 3. sæti Óla Inga Skúlason það er þetta frábært hann er líka svona hann er svo mikill árbær hann er born and bred hann er svo mikill árbær og við byggum bara beint á móti hver öðrum í Hraunbænum og ennþá, þú veist, mér finnst hann svona hann er svona allt sem árbær er einhvern veginn, þú veist, hann er ruglaður sko og en líka öðlingur ruglaður þannig að hann fer í 3. sætið hann er líka mikill humoristi, hann er mjög fyndinn sko. Í 2. sæti það er Kristján Valdemarsson Stjáni Vald hann var í fylkið ekki? Hann er svona fyrir fylkið það sem að Matthew Le Tissier var fyrir Southampton hann var hjá fylki allan sem Jamie Carragher en ef maður reynda fór til Grindavíkur eitt tímabil en svo er hann bara eitt besti vinur minn og hann er svo mikill toppmaður solidgur ég elska Stjána Vald og bara, ef þú ert að hlusta Stjáni elska þig í 1. sæti þetta er alveg listi á kallinu þetta er nefnilega geggjað listi ég setja sjálfsög hjamma í 1. sæti að sjálfsög hjammi þú ert bara, þú ert bestur ég elska þig Árbær best hjammi hann er kongur í alveg og hann er búin að reyna þetta allt saman sko hann er búin að lifa tíman að tönna ég meina, þú veist, hann var í Árbæðaskóla í 20 ár þetta er satt frábær listi og það er svo gaman eitthvað svona listum að fá aftur þessu nöfn þessu Óli Skalla fólk þarf að heyra þetta sko er einhver bara svona til að bjarga ykkur aðeins er einhverju sem getur verið sári núna sem er að hlusta það er meiri hlutin reyður núna sko vil ég koma með einhvern nöfn Haffi og Halldór Steins sem er herra Árbær Haffi er þannig Halldór er þannig hann fer ekki út fyrir Árbæn þetta er ekki grín hann vestlar allar jólagjafir allt saman í Árbænum og nú reynda að fara hann hætt núna Bergmann
Já, einmitt, Þorsteinn Bergmann búðinni sem var alltaf í Árbanum en ég er ekki grínast, hann kaupir allt saman og gerir öll sín viðskipti í Árbanum. Mér finnst það geðveikt sko. Voru ykkar fyrstu fyllir á Blásteinni? Ekki mín voru sko mín voru bara Róabænum. Já, mitt var eitthvað svona bara einhverju vappi í Selásnum sko. Já. En sko, bara svo við komum aftur aðeins að þið voru að tala getto þannig í byrjun, sko, var fólk að reykja og drekka bara þarna í kringum 12-13 reykt fyrir utan skólan við veit ekki það var. Nei, við ég lappaði inn 6 ára gamallinn í skólan og þá stóðu sko 14-15 ára gamall úlingar og reyktu. Þú lappar ekki inn og reyk sko. Svona vil ég hafa þetta. Já, þetta en ég held reyndar að örgulega búið að taka á sig að þú komst. Þetta var svona aðskára en það var alltaf allir að reykja bara þarna fyrir aftanskalla og þarna, þú veist, Blásteins megin þannig hérna og náttúrulega það voru undirgöngarna við hliðina á skalla sem ekki lengur, það búið með svona lokaðan Árbar eru líka átt alvöru villingar sko. Já, við erum með hörðustu villingarna sko. Maður þurftu stundum að bara, það var stundum þannig. Það einhverju villingar sem verður brálega núna. Nei, já, það barst á milli, eitt hérna hann hérna núna í Róabænum ekki fara þá götu, maður bara, já, ok ég tek á þessa götu núna heim. Já, í alvörunni. Það er villingur hana. Eitt það er villingur núna sem hann, nú, ok, já hann að hjólum hverfið, ég myndi ekki vera úti núna, þetta er bara svona sko. Shit. Bara curfew. En þetta var svo skemmtilegt samt. Það var geðveikt. Klart. Það er komið að riddarspurningunum. Mjög skemmtilegt. Já, mjög skemmtilegt. Hvað er það orðið 4 tíma þáttur? Já. En þetta er eitt sýsti þáttunum að fröpa við. Það er lítið eftir, bara riddarnir og þeir eru sjálfsögðu búið búlunar og það er 3. tilbúið. Vá, það er á morgun maður. Það er á morgun, en svo jóla... Hamborgarabúlan? Já. Ég fór hann í Hafnarfirði. Já, hún er helviti. Fórst í jólaborgarana, hann er komin. Já, ég sá það. Já. En ég var ógeðslega þunnur á sundaginn. Já. Og ég var að skutla koninu til Tengdó. Já. Ég skutla, en semst hún fann á í krakkana. Ég skutla henni. Það er ekki þunnur eftir ammali og helga? Nei, eftir að ég var með kvimpartí. Og ég skutla henni og sagði ég ætla aðeins að skutla. Svo tók ég... Já, vel. Það var bara kreifing, sko. Já. En vissi, eru það að horfa á quiz? Sáðu ég var að spyrja mynd daginn að Tommi á búlunni er fyrsti maður sem fór í teygjustökk á Íslandi. Já, einmitt. Það er rosalega staðrind. Fyrir fram á kringluna, ekki? Já, 92. Það er engin framkvæmt teygjustökk. Hann er klikkað, sko. Fyrir en hann gerði það. Inga Sæland. Það var ekki hrifin. Taldu quiz, fyrsta riddarspurningin snýra quizinu. Hún er frá Hrafnkalli Frey. Er fólk ekki komið nóg af Mosó-brósunum Steinda og Dóra í quiz og komið að Gunnari Birgis eða bara einhverjum vinni sínum Mosó? Er þessi bara að horfa ennþá á 3. seríu? Þeir unnu þá og hafa ekki komið síðan sko. Það er 2 ár síðan í voru. Þetta er Keli. Þetta er Kötturinn Keli og dóttunum. Hann er kannilega ekki mikið að fylgjast með. Er ekki komið nóg af Mosó-brósunum? Þeir eru ekki að fara Gunnar Birgis. Gunnar Birgis og einhverjum. Hann er ekki með gríðarlega efnilega leikmann en 13 ára strákur inn á dalnum. Hann hefur það Kelly. Ég segi Kelly að fá sér áskrift og sjá að já. Joffi Fannar spyr nær Tottenham top 10. Já, come on. Bara svona einhvers staðar hann. Já, ég verði með 9. Já, ekki. Hversu vonlaus er Timo Werner spyr Nikola Djuric. Hann er svo pirrandi maður. Hann er gríðarlega pirrandi sko. Nikola Djuric er algjör meistari. Það var hreinu. Já. En ég ætla að segja honum ennað aftur. Vertu rólegur, Nikola. Vertu rólegur. Sjá hvað gerist. Ég hef ennþá býð eftir hann. Já, ég segja það eiginlega sama. Ég er ekki sko eitthvað farin að henda fjastringun í sjónvarpið sko. En maður er bara fucking sko. Þú veist, þegar hann bara, þessi skot eru bara einhvern veginn í stúku alltaf sko. Við vorum einsamt sko. Það er búin að vera svona í svo mörg ár sko. Já, einmitt. En svo á hann spretti einhvern veginn þannig. En ég alveg, veist, smá vonlaus. Já, ég held að byrja í næsta leik. Já, ok. Á að hætta með listamannalum. Vá. Sko, það var ekki að hætta með þau. En það má klárlega stokka þetta hressilega upp og breytiskerfi. Já, við höfum smá tíma. Hvað myndir þú vilja gera? Mér finnst sko að listamannalaun eigi að vera fyrst og fremst til þess að hjálpa þeim sem eru að byrja. Þú veist, hjálpa ungu fólki, hjálpa þeim sem eru að, þú veist, mennta sig í sinni list, skilur tónlist eða myndlist eða hverju sem það er eða hérna. Það á að vera push. Já, þetta á að íta þær áfram, skilur, íta þær út og þú veist, þegar þú kannski sem ungur, ung manneskja, þú veist, herðu, ég er í illa launuðu starfi, ég á ekki mikið, skilur, mér langar ekki út bók, ok, þetta geti hjálpað þér, skilur, þú veist, svona á fyrstu metrónum, að þá finnst mér þetta klárlega að vera, sko.
en mér finnst ekki að manneskja þurfa að vera á listamannlaunum í 20 ár sko. Þetta eiginlega öfugt við það sem þú ert að lýsa sko. eins og þú myndir vilja hafa þetta eiginlega bara þannig að þetta fólk sem rúmlega 50 og 60 sko. Já, ég menna að það ungir og efnilegir rithöfundar til dæmis fá ekkert virðist vera, eða mjög lítið þannig að mér finnst það mjög skrítið sko. Ég alveg saman Gætu þið sótt úr listamannlaun? Hafið þið gert það? Nei, aldrei Nei. Við getum alveg sótt við fengum nei Þessi er að greiða alltaf mikið penning 2 görur á árbænum bara aldrei Snapchattari Já, vel svara Eigið þið Bitcoin, hafið þið átt Bitcoin eða þið með FOMO eða þetta skam, spyr ungur riddari Ég hef átt auðvitað allir átt Bitcoin en ég er ekki jafn þungur og Björn Bragi sko. Nei. En bara í einhverju gríni, ég bara átt eitthvað Bitcoin í einhverju gríni sko. En ekki, þú veist, já eitthvað en það er ekki neitt Nei. En ég ætla núna eftir þessa umræðum, ég trú að Bitcoin alveg 100% sko. 100% sko. Björn Bragi Já, ég á Bitcoin og ég er í rafmyntasjóði líka Ok, auðvitað Þetta er ríkasti vinn minn sko. Alveg penningur að það Gengur vel Ég er $30 Til Hjammi hefur starfað sem bílasali, auglýsingasali, íþróttafréttamaður, leikskólaleiðbeinandi og fasteignarsali. Fasteignarsali? Já. Íþróttafréttamaður? Já. Pressun. Og pressun. Í hverju var Hjammi bestur af átöldu? Ég náttúrulega var svo sem fattaði sko að dánafregnir af frægufólki myndi slá lestarmet. Þannig ég gerði fréttu þegar einhver blagmaður og fór ég bara í deaths á Wikipedia fann einhver blagmann sem var 96 ára og hefði dáið og þessi frétt kom og eitthvað takið nokkað múka í eitthvað látin fyrirsögnin og svo var þetta einhver blagmaður sem þú veist er Japan sem hefði unnið silfur fyrir Japan ólympíuleikum eða eitthvað þetta fyrirsögnin fór inn sem bara frétt það var allt vitlaust bara, og Arnar Ekki Thoroddsen, vinur minn hann deildi þessu og vissi ekki að ég að skrifa þetta og sagði hvað djöfullin er að fólk hvaða klikkbeit er þetta Var fyrirsögnin bara þekktur blagmaður látin? Nei, það var meira að segja eitthvað svona Takanuki Magasaki látin þetta var alveg að þú vildi klikka þetta var alveg ríkalegt dæmi Mjög gott Ef þið mætti vinna með einum grínistæði öllum heiminum hverjum sem sem við erum ekki að vinna með nú þegar Já, bíómynd uppistandi eða sama hvað grínistæði Má vera hvað sem er Sko, hvað mynd þú? Ég elska Dave Chappelle alltaf Dýrka Dave Chappelle Væri til að hita upp fyrir Dave Chappelle? Nei, því að það væri bara ég væri eins og fávitið sko. en ég væri bara til að hitta hann og tala við hann og bara, þú veist, lusta á hann sko. Þannig að já, ég væri til að bara vinna við, geti bara fært hann á vatnið eitthvað sko. Eða eitthvað sterkara. Ég vil alltaf taka The Late Chris Farley það var minn maður sko. Hann var svo náttúrulega fyndin hann er ekki búin að læra einhverja taktík hann bara náttúrulega fyndin og fyrir þá sem að vita ekki hver það er eða vita lítið hann að bara fletta upp á YouTube þar sem hann entransiðan hans inn í David Letterman þátt það er svo geðveikt sko, það er sturlað dæmi sko. Það er bara mesta svona tekur áhorfend og bara hleypum hann út og hendur hann í ruslagám þú veist, þetta er bara eitthvað svona þetta er geðveikt trilltur sko maður þarf að googla þetta strákar, nú fyrir að liða jólunum og það er margir veltað fyrir sér hvað ég að gefa hvað ég gefi jólugjöf og fyrir utan pubquiz og heitasæti og ég veit hversu margir að verða þarna á Þorláksmessu alveg á fullu eins og þeiti skífur sko eins og þeiti spjaldið en David Jones sko, þú getur keypt eitthvað en svo ertu með döðlunar sem búbút meinar, þetta eru döðlunar utan á pakkan, gott vel gert, það var í klókt þetta er mjög snuðt, vera með þetta skreita gjafina með gjöf þetta verður eftirminnlegt mjög snuðt fyrir vikið þetta er ekki spáði nei. Takk fyrir þetta takk. Ekki málið strákar við erum líka til að læra og svo er það jólabónus í 4 verslunum Birgir, þú kannski segir okkur meira það Nei, þetta er bara það eru 4 verslunir bónus sem ætla bara að taka jólin all-in bara one stop shop og við erum Holtagarða, Smáratorg, Miðhraun og Norðurtorg sem ætla að taka jólin all-in bara verða vörukynningar upp á komu bara jólatónleika þetta verða jólabúðunar það er smá jólabónus eða vantar jólagýrin sko, það var að bónus Myndur þú segja bónus með þér í liði? Já, ég myndi líka segja það ekkert bröðil heldur? Nei, ekki heldur sko hvað ég væri til í að taka þig einhvern tímann í pubquiz sjálfan svo frægar línur bara gera bara quiz láta hann standa á gati þetta væri fyndið að hann myndi ekki vinna nei, þú veist ég er ekki
fáránlega góður í þessu, segjum að spurningum þínu væri hent út gluggan og ég kem bara með eitthvað ferskt, þú ert fáránlegur í þessu. Ég er góður, sko, ég er ekkert eitthvað ósigrandi, alls ekki. Ég náttúrulega alveg búin að vera fullu í einhverjum fánýtum fróðleik, en nei, þú veist, þið geta alveg unum í spurningakefni, sko. Eða hvað? Mið Ísland besti grínópur í sögu Íslands eða verður alltaf fóstbræður eða spaukstofan? Eða eru menn að svo King Blue og hans ótrúlegu verkum? Hver skrifaði þessa spurningu? Var það King Blue sjálf? Var það King Blue sjálf sem sendið þér það? Þetta nafnlausitari. Þessi nafnlaus, já. Þetta er skemmtileg spurning. Það er náttúrulega, þú veist, ekki þetta að gera upp á millið þarna. Þetta er allt legend, sko, eða þú veist, spaukstofan hérna í byrjun og svo náttúrulega fóstbræður sem er svona kannski það sem hafði mest grín áhrif á mig sem úlling, sko, þú veist, svona af íslensku efni. Voru eitthvað með live show spaukstofan? Það hefði verið geðveikt, sko. Ég einhvern tímann eftir einu sýningu þá fórum við Ari Eldjárn vorum með sýningu í Bolungavík og fórum eftir sýninguna til Pálma Gests sem býr hann eða á eitthvað hús þarna. Og við sátum bara hlustuðum á hann í svona 4 klukktíma og hlóum stanslust. Það var bara fyndin og skemmtilegur. Það var ógeðslega skemmtilegur. Bara allt sem hann sagði að fyndin, sko. Við erum ekki alveg að ná kannski að tengja þennan húmor. Nei, þið eru alltaf ungir. Ég hef aldrei haldið að færi til Pálma Gess í kaffibóð og væri bara grenjað. Jú, þessir gæjar eru fucking fyndin, sko. Eru búin að sjá nýjasta æskastáttina? Nei, ok, já. Spaukstofan eru að spila líkilatur. Þeir eru helviti góðir, sko. Þetta er líka svona, þetta er svo rosalega ólíkir skólar þarna, þú veist, þetta eru náttúrulega leikarar líka, þú veist, og meðan sko, þú veist, eins og Jón Gunnar og Sigrún er ekki, þú veist, menntaði leikarar, þú veist, þeir eru svona, þú veist, annar staðar, sko, og og svo náttúrulega mið Ísland eitthvað allt annað, sko, þú veist, við erum meira upp í stand og meðan hinn kannski voru minna þar, sko, þannig að þetta eru ólíkir grínhópar, sko, en allir finnst mér frábæri, skemmtilega típur. Mið Ísland náttúrulega byrja með uppistandleikin og bara breyttu leiknum, sko. Sko, já, en þú veist, það voru, ég meina, Jón Gunnar var náttúrulega, þú veist, með rosalega vel hefnið uppastönd, þú veist, og náttúrulega Radius bræður, þú veist, Davíð Þór og Steinn Ármann á undan, skilur þannig að, þú veist, þetta er alltaf svona, þú veist, maður getur ekki alveg tekið eitthvað kredit, sko. Þeir eru svo ungir, sko. Er með að mismuna, Björn, varst þú ekki að hérna í þessum þáttum spaukstofuna sem að fengum álitsgefa hérna og þaðan? Var ég það? Nei, mögulega ekki. Ég held ekki. Það var fínir þetta. Varst þú ekki með þetta nýjasta tækni og vísindi eða hvernig var hérna? En ég hefði allavega talað mjög vel um það. Ég ber mjög mikla vinningu fyrir. Heyri það. Sko, strákar, það er komið að bara loka spurningunum, Birgir. Það er kannski bara helst, og vil tala aðeins frumera? Já, bara þegar þú ekkur á stað með mikilvægasta fólkið, verða á skoðum bíl hjá frumera. Já, ég rakk augunni í þetta. Það var ein spurning hérna úr heita sæti 2 eða besta sæti 2 eða var heita sæti 2. Já, heita sæti. Kútseri minn. Það var hérna minn ekki þessi. Kútseri minn. Ég með sýnist Hermanni Kemi að fengi að ráða einni spurningu hérna, sko. Já. Okkar maður, svakalegt vörúl. Bróður hans Ívar Guðmunds. Já, það gleymist þótt. Já. Strákar, hvort myndi vilja spurning, frægi bræður. Já. Hvort myndi vilja vera alltaf með gleru með +2 í styrk eða peltor heyrnarhljóðar? Ég tek alltaf peltor heyrnarhljóðar. Sko, ég þarf eiginlega að vera með gleru með +2. Ennþá? Já, þú veist, ég er með... Þú veist ekki laser? Jú, svo bara byrja sjónun að vestna aftur. Já. Ég myndi taka peltorinn. Vera alltaf með peltor á þér. Það grínast. Þú myndi spila tónlist og eitthvað. Já, heyrðu, sorry, þetta er svona kemi-plögg. Já, þetta er hans. Já, djöfull myndi ég vera með peltor. Það getur farið laser aftur. Ég held það. Já, ok. Þú getur gert það. Ég skal gera það bara. Já, algjörlega rétt hjá Leifi Kemi vetravörðna fást þar Tungháls 10. Síðan spurningin er til ykkar beggja. Síðasta, nú er ég fyrst að komast í gang. Ég veit. Þetta er alltaf stutt, ég er alltaf að segja fyrst. Hvað er þetta ekki bara 8,5 tími sem Byrjum að hjá maður núna. Hvaða ráð myndir gefa ungum grínustum sem er að stíga sem fyrstu skref? Takk ég öll gig. Eins og ég sagði við gaurinn á benstöðinni. Takk ég öll auka. Þetta er aukavaktir. Ok, Sveinbjartur. Sko, ég er lenda að fíla geðið vel að enda þáttinu og vísa í það sem við byrjum þáttu. Það er gott að loka hringnum, sko. Tekur bara undir þetta, Björn? Ekkert endilega, sko. Ég tek ekki endilega undir þetta. En sko, þú veist, ekki gig sem að þú veist, er að fara að vera vond og brjóta það niður, sko. Þú veist, ekki svona, þú veist, mér finnst, ég held, sko, ég kannski tala um uppistand. Mér finnst margir fá mjög vonda reynslu
úr því að flytja upp í stand á vondum stað, skilur við. Svona versmiðu dæmi eitthvað. Já, bara eitthvað svona, þú veist, þú vilt byrja í upp í standi í ógeðslega friendly aðstæðum, skilur. Þú veist, eins og bara, við höfum haldið svona einhver tilraunakvöld eða svona, þú veist, einhver kvöld í Sigursalnum þar sem að, þú veist, eru auglýst bara tilraunakvöld, fólk er að prófa nýtt efni og þú kemur og áhörundur mættir með þær væntingar, skilur við. Ég var kannski ekki alveg að svara spurningun, ég var bara drullið við þitt svar. Já, þetta samt alveg líka punktur. Þetta samt fair, já. Þetta alveg fair. En þú veist, fyrir mér skiptið þetta mjög miklu máli, sko. Það þurfa að fara í alls konar aðstæður og læra á þær og jafnvel á staðnum að búa til eitthvað. En það þannig samt, færðu marga, þú veist, að þú segir tekur öll gig, segjum bara að, eins og Björn bara segir, þú lendir kannski bara 3 lélugum gigum í röð. Ísland er svo lítið land, færðu samt tækifæri. Já, þú fær bara nennir að skemmta í kringlunni, bara út á gólfi, sem ég hef bæði við gert, þú veist, og það er hryllingur. Þú veist, mér finnst það samt eins og ég hef skemmt, þú veist, á einhverju stað, einhverju sveitaheimil út á landi sem allir voru gjossamlega hauslausir og ég átti að vera með quiz og ég mætti klokkan 10 ég var ekkert að spá það var ekki góðu tími þegar ég var með quiz, ég var að byrja sko. En svo var ég með það ég sagði samt, það var engin eitthvað þetta voru ömulegt quiz, fólk vissalega var allir hauslausir en ég lærði það, við erum ekki að fara að taka þetta aftur klokkan 10 það er svona kannski ekki þannig að ekkert gaman að fara eitthvað að bomba og allir bara, þetta var ömulegt eða eitthvað sko. Ég er sammála þessu samt, þú veist, þú þarft að prófa og gera mistök og svona trial and error sko. Ég myndi sko þú líka að læra þessu, það þurfi ekki að gera síðan aftur. Ég myndi, mitt ráð væri bara skrifa endalaust, þú veist, skrifa grín, endurskrifa, prófa að flytja það, endurskrifa, þú veist, skilur gríni sem ég var að skrifa í byrjun, þú veist, fyrir 15 árum eða eitthvað, er kannski, þú veist, heil blaðsíða sem endar síðan í einnarlínu joke, skilur, þú veist, bara svona, þetta er svo mikið fita utan á þessu, sérstaklega þegar maður er að byrja, að bara prófa og ekki bara, heyrðu, hér er þetta tilbúið, heldur bara að halda áfram endalaust að skrifa og endurskrifa, sko. Björn Bragi og Hjálmar Örn, takk fyrir frábært kvöld og takk fyrir komuna. Sömuleiðis, maður, ég ætla bara að næsja okkur. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir komuna. Takk.